En verið velkomin á þennan fund. Hér erum við komin svona tiltölulega stutt síðan við sáumst hérna síðast og í dag eru sem sagt kynningarefnið í sjálfu sér niðurstaða og framtíðarsýn samstarfsnefndarinnar og kosningarnar líka, að við kynnum aðeins hvernig þær fara fram. En svo líka eitthvað fyrir ykkur sem voru hérna síðast, eitthvað svona endurtekið efni sem svona helstu forsendur samstarfsnefndarinnar fyrir þessari niðurstöðu sem við kynnum hér á eftir. Og þið hafið kannski séð í fundargerðum og hérna, einhverjum fréttamiðlum og eitthvað slíkt. En við skulum byrja, ég ætla að byrja að rifja upp hverjir það voru sem sátu í nefndinni. Eva Sigurbjörnsdóttir, oddviti og Delfín og Arnbjörn sem sitja fyrir ykkar hönd hérna í Árneshreppi og svo Finnur Ólafsson, Hildur Aradóttir og Halldór Logi Friðgeirsson frá Kaldaneshreppi og þau sem sagt sátu fyrst í því sem við kölluðum verkefnisstjórn óformlegar sameiningaviðræður sem síðan breyttist í samstarfsnefnd sameiningu. Þetta bara af því að þetta svona tilgreint svona í lögunum að þetta skiptir svona nafn. En þetta eru þau sem sitja og hér eru Delfín og Arnbjörn og Finnur og Halldór. Þau eru hér til staðar og munu sitja fyrir svörum á eftir og Eva og Hildur, ef ég skjátlast ekki, eru með okkur á netinu. Ég ætla aðeins að hlaupa bara rétt stuttlega yfir bara þetta ferli. Það má svo segja að þetta að gerast talsvert hratt og ástæðan fyrir því að þetta að gerast hratt að það ákveðið á sínum tíma að miða við kosningar til sveitarstjórna, næstu kosningar til sveitarstjórna. Þannig að ef af sameiningu yrði, að þá myndi það gerast bara við næstu kosningar. Annar möguleiki hefði verið að gera það á lengri tíma og kjósa síðar aftur, en hérna á sínum tíma var niðurstaðan svo að þetta væri vænlegri kostur, þó að það kostaði það að við innum svolítið hratt. Það að við vinnum þetta hratt þýðir ekkert endilega að við vinnum þetta mikið öðruvísi. Við erum búin að fara í gegnum ákveðna svona þætti sem að svona verkefni innihalda yfirleitt. Við áttum ákveðið samráð við ykkur á sínum tíma í nóvember. Samstarfsnefndin búin að funda og skila áliti og allar svona skyldur uppfylltar, þó þetta eins og ég segi sé að gerast svolítið hraðar. Og nú erum við komin að kynningu. Það er lögbundið að það að kynna svona tillögu að sameiningu í 20 daga fram að kosningum. Og sú kynning hefst með auglýsingu í því víðlesna dagblaði lögbirtingablaðinu og það er sem sagt formlegt upphaf þeirrar kynningar og í fjölmiðlum. Nú búum við það að það er ekki mikið prentaða fjölmiðla sem eru víðlesnir á Íslandi, þannig að það er svona farnar ýmsar leiðir að því að opna þessa kynningu og algeng leið náttúrulega líka að bara birta upplýsingar á heimasíðum sveitarfélaganna sem hefur verið gert. Og svo liður í þessari kynningu að halda svona íbúafund þar sem við gefum þá svona helstu niðurstöður, kynnum helstu niðurstöður og gefum þá færi á spurningum og umræðu tillöguna og í lokin. En ég ætla sem sagt að rúlla í gegnum kynninguna fyrir hönd samstarfsnefndarinnar en tímalínan hún sem sagt þessi, við erum hér á græna blettinum sem bara kynning tillögunar, 20 daga tímabil og svo hefjast kosningarnar þarna í mars, 14. mars og standa til 28. mars og einhverju kunna spyrja af hverju þetta langa tímabil kosninga og það einfaldlega vegna þess að við vinnum samkvæmt reglugerð sem segir að þetta sé lágmarkstími svona íbúakosninga. Engu að síður boðið upp á líka eins konar póstkosningu en ég fer aðeins nánar í gegnum það á eftir. Ef niðurstaða ykkar hér verður svo að þið viljið sameinast, þá tekur við svokölluð undirbúningsstjórn sem oftar en ekki sama fólk eða svipaður hópur og sá sem að satt í undirbúningsstjórninni, samstarfsnefndinni, en það ekkert lögmál.
En undirbúningsstjórn hefur semst það hlutverk þá að undirbúa sameininguna, að undirbúa gildistökuna sem hún hefur þá apríl og maí til að gera og svo tæki þá ný sveitarstjórn við að afloknum kosningum. Og það eins og segi háð því að sameiningin verði samþykkt. Hvað það sem rekur fólk til viðræðna sameiningu og kannski svona einn af meginþáttunum í því að sveitarfélög eru að tala saman sameiningu þessi stefna stjórnvalda sem hefur verið svolítið þung áhersla á undanfarin ár, það að segja að fækka minni sveitarfélögum og hvetja til og jafnvel hafa verið uppi hugmyndir að þvinga til sameininga og í sveitarstjórnarlögum núna eru viðmið það að sveitarfélög eigi helst ekki að vera undir 1000 íbúum. Þetta var svona innleitt í skrefum þannig að upphaflega var talað það að við síðustu kosningar áttu sveitarfélög undir 250 íbúum að skila áliti á svona rekstrarhæfi eða taka upp sameiningaviðræður en núna það samt sveitarfélög eftir næstu sveitarstjórnarkosningar það þá sveitarfélög yfir undir 1000 íbúum. Það eru vaxandi kröfur til sveitarfélaga og sveitarfélög eiga í vaxandi mæli erfitt með að standa undir kröfunum og það þá bæði svona þjónustulegar kröfur þar sem verið að bæta við í þjónustu lögbundna þjónustu setja ítarlegri reglur lögbundna þjónustu en svo ekki síður bara stjórnsýslu sveitarfélaga. Það að segja skjalamál og þess háttar fundargerðir og alls konar sem að verður flóknara og flóknara flóknari kröfur. Og bak við þetta semst krafan eða hugmyndin það að stærri sveitarfélög eigi auðveldara og geti frekar verið sjálfbær það að veita þjónustuna sína. Eitt af því sem hefur verið svona kannski að breytast samhliða þessu og kannski með hliðsjón af þessum hugmyndum eða hugmyndum að fækka sveitarfélög, það eru breytingar á framlögum jöfnunarsjóðs. Þannig að regluverkið í kringum jöfnunarsjóð hefur verið að breytast. Þannig að svona minni sveitarfélög hafa verið að fá minna úr jöfnunarsjóði, sérstaklega minni sveitarfélög sem eru þá með sterkan tekjugrundvöll. Og oft það bara sameiginlegir hagsmunir, það eru þá einhverjir sameiginlegir hagsmunir sem verið að berjast fyrir eða samstarfsverkefni sem sveitarfélög hafa verið í eða slíkt. Þannig að og svona góð reynsla af þá samstarfi á milli. En svo eitt af því sem að vegur líka þungt í umræðinni, það orðið erfiðara að manna hlutverk. Það að segja að fólk síður tilbúið til að vera í sveitarstjórn og eyða tíma sínum í það og oft á tíðum fyrir kannski miðað við vinnuframlag ekki mikil laun. Hvað þá þakklæti. Þannig að það svona ýmsar ástæður og þetta svona almenn yfirferð, ég ekki að horfa hér á þessi sveitarfélög sérstaklega, þetta svona samantekt okkar á því hjá KPMG á því hvað við sjáum í kringum okkur, hvað við upplifum. En hér getum við sagt að eitt af því sem vegur hér þungt þessi stefna stjórnvalda og kannski svona ákveðið varnarviðbragð við því að vera krafin að sameinast. Það rétt að halda því til haga að það hafa verið uppi hugmyndir það að ráðherrar fái ákveðin völd til þess að sameina sveitarfélög sem undir 250 íbúum, en samkvæmt síðustu fréttum úr þingi þá þær hugmyndir dottnar út úr lagafrumvarpinu, þannig að eftir stendur þetta 1000 manna lágmarksviðmið getum við kallað það. En álit samstarfsnefndarinnar eftir nokkur fundarhöld síðan þá í ágúst á síðasta ári eru þá fyrst og fremst þessi kannski þrjú atriði. Það þá að sameining myndi styrkja þetta samfélag og gæti þá orðið að því að tryggja íbúum lögbundna þjónustu án þess að láti frá ykkur áhrifin og á þjónustuna og bara áhrifin á ákvörðunartöku sem varðar ykkar nærsamfélag. Sameining myndi hafa jákvæð áhrif á fjárhag og þá má náttúrulega fyrst
telja það að sameiningaframlög sem þið fengjuð væru 200 milljónir eða 200 milljónir, það er að segja rúmlega milljón á íbúa sem þið fáið þá í meðgjöf fyrir það eitt að sameinast sem þið getið þá nýtt til þess að þróa hugsanlega til dæmis lausnir til þess að leysa þau vandamál sem þið eða þær áskoranir sem þið upplifið við sameiningu sem geta til dæmis verið bara fjarlægðirnar ykkar, að þið finnir leiðir til þess að funda og taka þátt í stjórnum sveitarfélagsins án þess að þurfa endilega að fara frá eldhúsborðinu. En þegar að sveitarfélög sameinast, þá náttúrulega sameinast fjárhagurinn og þá verður líka alla jafna það þannig að fjárfestingar geta til að stunda ráðast í fjárfestingar, húsnæði, vegagerð og annað, að hún eykst. Hún skapast ákveðið svigrúm við það eitt að sameinast. Þannig að það er samdóma niðurstaða nefndarinnar að þetta væri vænlegur kostur fyrir íbúa Árneshrepps og Kaldrananeshrepps, það að segja að taka höndum saman og sameina sveitarfélögin í eitt. Og framtíðarsýnin samstarfsnefndar, og hér er rétt að halda því til haga, hér er ekki verið að lofa að svona muni hlutinni líta út, af því að einn af kannski göllunum eða eitt af því sem að einkennir sameiningaviðræður sveitarfélaga er að þetta er ekki sameiningaviðræður, þetta er eingöngu könnun á því hvort að það geti verið vænlegt að sameinast. Þannig að ný sveitarstjórn sem tekur við, hún hefur völd til þess að taka þær ákvarðanir sem hún vill. Þannig að þetta er í raun og veru bara það sem að samstarfsnefndin sér fyrir sér að gæti orðið og myndist þá stuðla að því að sameiningin yrði ykkur til hagsbóta. Þau sjá fyrir sér að það yrði 5 manna sveitarstjórn og sú sveitarstjórn hefði, og þá nefndir sem líka, að nefndirnar og sveitarstjórn hefðu rúmar heimildir til fjarfunda. Þannig að fjarlægðirnar og hugsanlega ófærðað vetri og þess háttar kæmi þá ekki í veg fyrir það að fólk gæti tekið þátt í stjórnum sveitarfélagsins. Þau sjá fyrir sér líka, og þarna er reyndar eitt sem að þau sjá fyrir sér að yrði þá heimastjórn, og það er reyndar eitt sem að undirbúningsstjórnin getur sett inn í samþykkt, þannig að við upphaf nýs sveitarfélags yrði þessi heimastjórn þá starfandi, að því gefnu að undirbúningsstjórnin líti hugmyndirnar sömu augum. Það er að segja að það yrði þá heimastjórn fyrir Árneshrepp sem tryggði þá að þið hér hefðuð áhrif á ykkar nærumhverfi eins og þið hafið í dag, og fengjuð ákveðnar heimildir varðandi eignir, hugsanlega skipulag og fjallskil og fleira sem er svona varða í raun og veru eingöngu íbúa Árneshrepps. Nefndin hins vegar sá ekki ástæðu til þess að setja slíkt fyrir Kaldraneshrepp af því að það er náttúrulega ákveðin tilhneiging til þess að stærri samfélög fái sín áhrif bara í gegnum stærðina. Þannig að það er svona mótvægisaðgerð. Það er talað að skrifstofuaðstaða og aðstaða til fjarfunda yrði þá í Drangsnesi og í Norðurfirði, þannig að til að tryggja það að þeir sem væru hér og í raun og veru þar gætu alltaf nálgast aðstöðu til þess að taka þátt og að það yrði alltaf einhver viðvera á báðum skrifstofum eftir þörfum. Varðandi þjónustuna þá væri það að íbúum væri tryggð þjónusta í nærumhverfi eftir fremsta megni og áherslan yrði á stafræn samskipti og sjálfsþjónustu í íbúagátt varðandi erindi og ábendingar, og þetta er náttúrulega þróun sem við sjáum alls staðar, hvort sem það er í þéttbýlissamfélögum eða ekki, að svona samskipti milli íbúa og sveitarfélaga eru meira og meira að færast á netið og verða þá svona óstaðbundin. Varðandi skólahaldið þá sér samstarfsnefndin fyrir sér að reksturinn yrði með sama hætti nema hvað, eða svipuðum hætti og nú er, nema hvað skólasetrið eða skólaverið yrði þá tengt skólanum á Drangsnesi í stað þess á Hólmavík. Og svo er þá lögð áhersla á að sem sagt
starfsmaður og nemendur skólaversins hér fengi þá góðan aðgang að bæði faglegu og félagslegu neti skólasamfélagsins þar. Ef við skoðum svona líkleg áhrif og það sem við vitum kannski að gerist, að þá náttúrulega þetta yrði þá fjölmennara sveitarfélag heldur en bæði sveitarfélögin eru í dag. Nefndaskipulag og stjórnsýslan yrði endurskipulögð, þannig að það yrði þá ein sveitarstjórn og væntanlega færri hlutverk sem þarf að manna í nefndum. En að samanskapi þá fleiri íbúar til að deila þessum verkefnum og fleiri gætu þá, ætti þá að draga úr, minnka þennan vanda sem getur falist í því að manna nefndir og ráð. Það yrði þá heimastjórn fyrir Árneshrepp sem fengi þá ákveðin hlutverk. Það þarf að samræma og sameina aðalskipulög og nú það þannig að á báðum stöðum verið tímabært að taka upp aðalskipulög, þannig að það heppilegt að, allt eins gott að gera það í einu lagi ef að sameina sveitarfélag, ef það yrði sameinað. Þjónusta og gjaldskrá, það eitthvað sem þarf að samræma. Það má vera með mismunandi gjaldskrár ef það eru málefnaleg rök fyrir því að þjónustan sé mismunandi. Til dæmis getur verið, við getum tekið dæmi að leikskóli sem með styttri opnunartíma heldur en annar leikskóli gæti rukkað minna. Það svona dæmi eitthvað slíkt, þannig að það kannski ekki alveg gefið að alla þjónustu þurfa að samræma, en svona helstu þjónustu þarf að samræma og gjaldskrár fyrir hana. Og það náttúrulega, þjónusta sveitarfélags, hún á að vera jöfn fyrir alla. Þannig að það þarf að gefa fólki kost á að nýta þjónustu sveitarfélagsins með jöfnum hætti. Það yrði væntanlega aukin áhersla á stafræn samskipti og sjálfsþjónustu og það þarf náttúrulega upp að einhverju marki að endurskoða samninga við aðila sem eru í samstarfi við eða eru að kaupa þjónustu af. Varðandi fjárhaginn að þá náttúrulega augljóslega sameinað og framlög jöfnunarsjóðs, það liggur fyrir að ykkur þið myndu fá þessar 200 milljónir sem eru í sameiningaframlög, plús það að hækkar lítillega framlög jöfnunarsjóðs, þessi almennu jöfnunarframlög sem þið fáið árlega. Og þessar 200 milljónir eru greiddar út á næstu 7 árum, en svo yrði alltaf væntanlega einhver hagræðing í yfirstjórninni vegna fækkunar hlutverka og bara til dæmis það að fækka bæjar- eða sveitarstjórnarfulltrúum, það skilar einhverju hagræðingu, en að því sögðu þá hún stundum nýtt til þess að hækka laun, hefur stundum í öðrum sveitarfélögum verið nýtt til að hækka laun fulltrúa, þannig að kannski nettósparnaðurinn kannski ekkit endilega mikill, en það þá verið að það þá meðvituð ákvörðun að hækka launin sem kannski þá tengist ekki beinlínis sameiningunum sem slíkri. Hér yfirlit yfir þessi framlög, 201 milljónir samkvæmt áætlun jöfnunarsjóðs miðað við árið 2024, það þessi 1 milljón, hún kemur vegna fækkunar íbúa í öðru hvoru sveitarfélaginu og á síðustu árum. Alveg klárt. Og jöfnunarframlögin, þau samkvæmt áætlun jöfnunarsjóðs þá hækkaði 15 milljónir, settum 13 milljónir, því þetta svona aðeins þetta eru kannski 13 til 15 milljónir, það ekki alveg hægt að, þetta áætlun og hún ekki, hún ekki nákvæm upp á milljón, þannig að við settum hana aðeins niður. Þetta eru svona 12 til 15 milljónir á ári. En þessi 201 milljón, þau komið til, þetta framlag sem ætlað til þess að standa straum af sameiningunni í raun og veru og ýmislegt sem getur fallið þar undir, til dæmis þróun á stafrænum lausnum fyrir íbúa. Þetta nú bara svona þjónustu yfirlit, bara hvaða þjónustu þið eruð að veita á eigin vegum
og hvaða mikill hluti þjónustu í þessu til dæmis í félagsþjónustu unnin í samstarfi. Hér eru þið náttúrulega í samstarfi líka skólamál við þá nágrannasveitarfélag en þetta svona sú þjónusta sem fyrir hendi, bæði sveitarfélög reka skrifstofur, þið eru með hafnir og hér einhver snjómokstur sem að sveitarfélögin taka þátt í bæði og hér eru þið með ljósleiðara ef ég man rétt og það vatnsveita reyndar á mjög takmörkuðu svæði hér það ekki í Norðurfirði en viðtækari svona net í Kaldrananeshreppi. Bæði sveitarfélög eru hluti af félagsþjónustu Stranda- og Reykhólahrepps. Hér sem sagt þjónustusamningur við Strandabyggð rekstur grunnskóla og svo það félagsheimilið og verslunarrekstur sem svona óvenjulegt hlutverk meðal sveitarfélaga en mikilvægt hér og Kaffi Norðurfjörður og fleira. Og eins og þið vitið þá sem sagt grunnskóli náttúrulega á Drangsnesi, þar eru áform að opna leikskóla líka komin upp þörf. Þannig að það reikna með að hann opni á árinu ef ég man rétt. En sem sagt, það náttúrulega þéttbýli sem þarfnast dálítið mikið meiri þjónustu, varðandi sorphirðu og fleira. Það hitaveita, fráveita sem ekki rekin hér, en auðvitað hér þarf að losa rotar á móti, þannig að þetta svona hefðbundin dreifbýlis sveitarfélaga verkefni, en margt unnið í samstarfi eins og sjáum á þessari glæru, sem svona yfirlit yfir þjónustu samningana sem þið eruð aðilar að í sjálfu sér. Þannig að og það sem náttúrulega felst í svona þjónustu samningum náttúrulega upp að einhverju marki smá svolítið framsal valds. Það að segja að ef þið eru í byggðasamlagi þá það stjórn byggðasamlags sem tekur ákveðnar ákvarðanir. Ekki það, í þessu tilfelli mun það ekki breytast væntanlega af því að þið munið áfram vera aðilar að þessum samningum og ekki svona fyrirséð að verði mikla breytingar á því. En þarna eru sem sagt fjórðungssamband Vestfjarða, þið eruð í félagsþjónustu Stranda- og Reykhólahrepps eins og áður hefur komið fram. Það sérhæfð Veltfjarða þjónusta á Vestfjörðum sem eru þá þjónusta við fatlað fólk. Það barnaverndarþjónusta Vestfjarða, það sorpsamlag Strandasýslu og svo svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs á Vestfjörðum sem svona sameiginlegt verkefni sveitarfélagana. Þannig að þið eru í ýmsu samstarfi sem þið munið bara væntanlega halda áfram að vera í. Þetta svona yfirleitt bara yfir því hver þið eruð og hvað þið eruð og það náttúrulega sem stendur upp úr eða kannski mikilvægast þarna, þið eruð 180 samanlagt. Þannig að hér náttúrulega engin þéttbýliskjarni. Í Kaldrananeshreppi 41% íbúa í dreifbýlinu og 70 íbúar á Drangsnesi og það svona ef af sameiningunni verður þá eru þessi hlutföll svolítið að snúast við, það að segja þá eru 40% íbúa sem búa á Drangsnesi og þá 60% sem búa í dreifbýlinu. Þannig að það kannski svona vegamesta breytingin þar fyrir þá kannski Drangsnesbúa að vera ekki lengur í meirihluta sem þéttbýliskjarni. Og þetta náttúrulega ekki eitthvað sem breytist við sameiningu, það enginn að reyna að halda því fram, en bara svona, þetta svona áhugaverðar staðreyndir til þess að og svona hluti af því sem að við horfðum á í aðdragandanum og hluti af forsendunum sem að samstarfsnefndin hafði til þess að taka ákvörðun, eða móta álit sitt. Við sjáum það náttúrulega líka að atvinnuvegirnir, það svona svolítið svipaðir hagsmunir, það sjávarútvegurinn, það landbúnaðurinn, það ferðaþjónustan, þetta eru veigamiklir þættir í atvinnulífi beggja sveitarfélaga. Og ég sé það hér sem utanaðkomandi, hér mikið samstarf á milli. Það útibú frá í raun og veru fiskmarkaðnum á Hólmavík hér og í raun og veru á sumrin. Þannig að
það nú einhver hefð fyrir svona samvinnu og samstarfi á svæðinu. En eins og ég segi, atvinnulífið nokkuð svipað og svipaðir hagsmunir undir og ég held ég hafi hlaupið yfir eina glæru, við drógum fram svona einhver svona mál sem eru svona hagsmunamál sem kannski bara svona áhugavert og við reiknum með að fá í sjálfsögðu spurningar byggðakvóti til dæmis eitthvað sem að fólk hefur oft áhuga á, hvort að reglurnar þurfa að vera samræmdar milli byggðalaga til dæmis ef að af sameiningu verður. En það ekki, það eru mörg dæmi það að sveitarfélög setji mismunandi reglur fyrir mismunandi byggðalög og byggðakvótinn fylgir byggðalagi. Þannig að hann fylgir ekki sveitarfélagi og sveitarfélagamörkum. Það skipulagsmála líka af því að hér náttúrulega umræða og Hvalárvirkjun í undirbúningi, þá áhugavert að skoða, horfa líka aðeins á hver staðan þar. Ég gerir svona ráð fyrir að þið séu upplýstar það heldur en þeir sem hugsanlega búa á Drangsnesi og í Kaldrananeshreppi, en eins og ég sagði áðan þá eru bæði sveitarfélög í þeirri stöðu að aðalskipulög eru orðin komin til ára sinna og það þarf að fara að endurnýja. Hér var einhver undirbúningsvinna hafin en ekki komin eitt sérstaklega langt, þannig að það er engin vinna sem tapast eða svoleiðis, en það sami aðili sem skipulagsfulltrúi fyrir bæði sveitarfélög, þannig að hann þekkir vel til og var gott að eiga samtal við hann. En sem sagt, í aðalskipulagi hér gert ráð fyrir stíflumannvirkjum og þess háttar og búið að deiliskipuleggja svona svæði fyrir undirbúningsrannsóknir sem var samþykkt árið 2019 og búið að gefa út framkvæmdaleyfi vegna vinnuvega. Sú útgáfa framkvæmdaleyfis hefur verið kærð, þannig að það beðið niðurstöðu frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála og niðurstaðan liggur ekki fyrir þar. En þetta svona til upplýsingar fyrir kannski sérstaklega þessi glæra, kannski meira fyrir hitt sveitarfélagið til að þau viti hvað snýr að ykkur hér. Varðandi fjárhag sveitarfélagana þá þetta bæði sveitarfélög sem standa bara traustum fótum og bæði standast mjög vel viðmið, bæði lögbundin viðmið og viðmið sem eru í reglugerðum rekstur sveitarfélaga. Það fyrst til að telja að skuldir sveitarfélagana beggja eru lágar og veltufé dugir til þess að greiða niður skuldir og þess vegna ekki reiknað svokallað skuldaviðmið fyrir ykkar sveitarfélög, að því í raun og veru þá skuldir minna heldur en tekjurnar ykkar, þannig að þið gætu greitt allar skuldir niður á einu ári í það. Og veltufjárhlutfall mjög hátt, 4,7 í Kaldrananeshreppi og 5,8 hérna megin, þannig að þið eigið vel borð fyrir báru. Og þið sjáið það að rekstrartekjur, það er ágætt að horfa á sameiningaframlögin í samræmi við þessar tölur. Rekstrartekjur Kaldrananeshrepps eru 250 milljónir á ári og Árneshreppur fær 108 milljónir á ári, þannig að þetta er hansi stór hluti af árlegum tekjum í samanburði við það. En bæði sveitarfélög skila rekstrarafgangi og ef við horfum til svona 3 ára rekstrarjafnvægis að þá standast bæði sveitarfélög kröfu það. Þannig að reksturinn bara í góðu horfi beggja vegna. Skattur og gjöld eitthvað sem þarf í alla jafna að samræma, þannig að það áhugavert fyrir ykkur að skoða líka bara hvernig eru skattar, í þessu tilfelli þegar hvorugt sveitarfélag hafa áhyggjur á hækkun útsvars, af því að útsvarið í hámarki í báðum, en það þarna smávægilegur munur á álagningarhlutfalli útsvars, eða smávægilegur og ekki smávægilegur. Þannig en fasteignaskattur í A-flokki sem þá íbúðarhúsnæði og sumarhús, það 0,05% í Kaldrananeshreppi en 0,0625% í Árneshreppi.
og svo þarna munur á fasteignaskatti C sem atvinnuhúsnæðið þar sem hann 1,40%, 1,4% í Kaldrananeshreppi en 1,65% hérna megin. Gjald fyrir tæmingu rotþróa það líka lítilega hærra hérna megin heldur en í Kaldrananeshreppi. Hver sem ástæðan fyrir því yfirleitt taka þessi gjöld mið á kostnaði og svona þetta eitt þeirra gjalda sem á að taka mið á kostnaði, þannig að það raunkostnaður sem væntanlega þá ræður þessu. Sorpgjald hærra hins vegar Kaldrananeshrepps megin og sorpgjald sumarhúsa sömuleiðis, og svo hérna megin gjald sem heitir sorpgjald á atvinnurekstur sem ekki tilgreint í hinum megin, og ég veit rétt að þetta ekki hvernig sorpgjöld eru lögð á fyrirtæki þeim megin. En þetta eitthvað sem eins og ég segi þarf að samræma, þannig að annarkvort lækka gjöldin hérna megin eða hækka hinum megin eða hvort tveggja og þau mætist einhvers staðar, það eitthvað bil beggja. Eins og ég sagði áðan þá standast bæði sveitarfélög þessar almennu reglur og jafnvægisreglan, það það sem ég nefndi, þetta 3 ára jafnvægi að tekjur sveitarfélags eiga að standa undir gjöldum til 3 ára, þannig að ef það halli 1 árið þá þarf að vega það upp næsta ár. Þannig að ef við horfum alltaf 3 ár aftur í tíman að þá fáum við þessa tölu sem heitir rekstrarjöfnuður 3 ára og þið sjáum það að hann jákvæður þarna alveg aftur til 2018 þá hann svona gangi upp og niður og þá það alltaf yfir núllinu. Skuldahlutfallið, það til aðgreiningar frá því sem ég talaði áðan, ég sagði það til þetta skuldahlutfall sem það bara hreint hlutfall af tekjum og svo hins vegar skuldaviðmið sem það sem búið að draga ákveðna þætti frá og sem reiknustærð, það ekki reiknað fyrir ykkur af því þið eigið fyrir skuldunum eins og ég sagði áðan, en skuldahlutfallið þið sjáið það þarna til vinstri á glærunum. Þið sjáið það hækkar lítilega þarna 21 og 22 í Árneshreppi, en þetta samt allt saman svo langt innan marka að það þetta ekki merki neitt vandamál á þessu tímabili. Þarna þið undir 40% hlutfalli þrátt fyrir þennan vöxt. Þannig að allt mjög jákvætt. Og svo í raun og veru sama saga hvort sem maður horft á framleiða hlutfall eða veltumfé frá rekstri sem hlutfall af heildartekjum, að þið eru alla jafna standi bara nokkuð vel og þið sjáu það þarna og grunnsamlega líkar línur en þetta allavega niðurstaðan í raun og veru fjárhagur sveitarfélaganna fín í sitt hvoru lagi, en yrði sennilega betri sérstaklega vegna þessara auknu framlaga í sameinuðu sveitarfélagi. Nú, við áttum fundi í nóvember og þá var bæði hér og á Drangsnesi og niðurstaðan var kannski ekkert ósvipuð þó að kannski áherslurnar væru aðeins mismunandi, en kosturinn við núverandi stöðu náttúrulega hjá ykkur að þið þekkið sjálf ykkar nærumhverfi og þið hafið áhrif á ykkar nærumhverfi, það eru stuttar boðleiðir. Hér talað samheldni íbúa og svo eru tækifæri í ferðaþjónustu, útgerð, landbúnað og nýtingu jarðvarma og góð fjárhagsstaða og sterkur mannauður og svo sérstaða samfélagsins. Það eru svona kostirnir sem voru dregnir fram. Ókostirnir, þar var talað fámennið og skort á mannauði til að sinna lögbundinni þjónustu og stjórnsýslu, slæmar samgöngur, þjónusta ríkisins brotakennd, hár meðalaldur og barnafjölskyldur þurfa að flytja burt, rödd sveitarfélagsins heyrist lítið út af við, skortur á íbúðar og atvinnuhúsnæði, engin leikskóli og aukin verkefni frá ríkinu og endalaus þrýstingur á sameiningu. Áskoranirnar, sem náttúrulega kannski það sem svona áhugavert að skoða, það þá lélegar samgöngur og langar vegalengdir innan nýs sveitarfélags, minni sjálfsákvörðunarréttur og vægi íbúa í nærsamfélagi
óvissa skólamál og hvort nýtt sveitafélag nái viðmiðum íbúafjölda. Lítill sjáanlegur ávinningur af því að sameinast, byggja upp samheldni í sameinuðu sveitafélagi, fólksfjölgun, bæta samgöngur innan sveitafélagsins og veita jafna þjónustu, aukin verkefni vegna stærra landsvæðis, skólamál og vegalengdir og færð, og svo tækifærin aukin hæfni til þess að sinna skyldum sveitafélaga og sterkari stjórnsýsla, fjármagn frá jöfnunarsjóði og mögulegur fjárhagslegur ávinningur, aukið samstarf, betri nýting mannafla og stærðarhagkvæmni í skólamálum og félagsþjónustu, hagsmunagæsla svæðisins, atvinnutækifæri, vörn gegn frekari sameiningu, aukin samkennd á norðurströndum og betri vegasamgöngur og fjölbreyttari ferðaþjónusta. Og eins og ég segi, þetta eru svona niðurstöður þessa íbúasamráðs, þannig að þetta eru svona merki það sem að þið hafið áhyggjur af og myndi hugsanlega gerast í sameinuðu sveitafélagi og það náttúrulega eðlilegt og algengt að íbúar minni samfélaga og dreifbýli samfélaga upplifi það og óttist það að missa áhrif á sína nærþjónustu og ákvarðanir sveitafélags. Hér náttúrulega eðlilegt að þið hafið áhyggjur af því að veður, færð og vegalengdir hafi áhrif bara krafti aðstæðina. En við sem sagt höfum skoðað svona hvað það sem væri þá hægt að gera til þess að mæta ef af sameiningu verður, hvað hægt að gera til þess að mæta þessum áskorunum. Og hér svona glæra sem sýnir okkur hvað það sem að við höfum séð önnur sveitafélög gera. Það til dæmis sumstaðar haldnir íbúafundir einstök málefni. Til dæmis á Akureyri, þar sem ég bý, þar hafa gjarnan verið haldnir íbúafundir skipulagsmál. Það hefur ekki verið gert mikið á öðrum sviðum, en það eru vinsælir fundir yfirleitt og fylla stóra sali. Þannig að fólk vill geta fengið upplýsingar og geta tjáð sig einstök verkefni eða einstök mál á fundum. En ekki síður hægt að halda reglulega íbúafundi málefni sveitafélagsins í heild. Og það var til dæmis, ég rakst nú á bara, ég var að lesa gamlar fundagerðir eins og maður gerir sér stundum til gamans, og rakst á að í Svínavatnshreppi voru haldnir fundir bara með reglulegu millibili, þar sem að íbúar bara gátu tjáð sig hvað sem var. Og sveitarstjórnarmenn sátu fyrir svörum og sögðu frá því sem var að gerast, en þarna var bara komin svona einhver beintenging á milli íbúa og sveitarstjórnarmanna til þess einmitt að halda þessu samtali gangandi. Þannig að ef það var hægt að gera þetta 1970 þá hægt að gera það í dag og kannski jafnvel með öðrum hætti. Viðhorfskannanir meðal íbúa og kosningar einstök málefni hafa líka verið notuð sums staðar, og svo hefur verið svona til þess að gefa íbúum færi á að fylgjast með, þá eru sum sveitafélög farin að taka upp og eða senda út sveitarstjórnarfundi. Þannig að það náttúrulega sveitarstjórnarfundir eru opnir fundir, þeir eru haldnir fyrir opnum tjöldum, en það er ekkert ofboðslegur gestagangur á sumum hjá flestum sveitarstjórnum, og það helst ef það einhver svona viðkvæm eða umdeilt mál sem að fólk kemur á fundi, en áhuginn eykst ef það hægt að hafa þetta svona í öðru eyruna meðan maður vaskar upp eða eitthvað slíkt. Þannig að það ein leið sem hægt að fara. Og svo ein leið sem hefur verið rædd fyrir hér og sem þá samstarfsnefndin sér fyrir ákveðna lausn hér, það væri þá þessi heimastjórnarleið, að vera með heimastjórn hér á þessu svæði, þar sem ættu þá sæti, það ein leið að það ættu sæti 2 fulltrúar héðan og svo 1 fulltrúi sveitarstjórnar, hvort sem hann kemur héðan eða einhvers staðar annars staðar frá, sem að þá geta tekið ákvarðanir málefni þessa svæðis. Og þetta nú bara, þessi uppstilling með einum sveitarstjórnarfulltrúa og 2 íbúum, þetta samkvæmt fyrirmyndunum eins og þær eru fyrir austan í Múlaþingi, en mögulega væri hægt að finna einhverjar aðrar leiðir hér sem hentuðu betur. Það eitthvað sem yrði ákveðið á seinni stigum. Ef af sameiningu verður, þá tekur þessi undirbúningsstjórn við og það hennar að ákveða hvernig og í samráði við ráðherra hvernig þetta myndi líta út. En allavega heimastjórnir
geta fengið svona fullnaðar afgreiðsluvald, þannig að þær geta í raun og veru fengið vald til þess að ákveða eins og sveitarstjórnir innan ákveðina marka og innan þá fjárheimilda sveitarstjórnar. Það hægt að stilla þessu þannig upp að fulltrúar íbúa séu kjörnir til 4 ára og þetta sé svona sambærilegt kjörtímabil við sveitarstjórnina. En tilgangurinn þá að bara ýta undir áhuga og tryggja áhrif á það hvernig hlutinni þróast hér og það hún kannski verið sérstakir ákveðnir þættir sem að voru hér upp á borðum að fólk vildi halda áhrifum á og það voru þá meðal annars ráðstöfun fasteigna og húsnæðis, ákvörðun gjaldskrár í leiguhúsnæði og fleira slíkt sem að mætti þá fela sveitarstjórnunum, heimastjórn. Það ein leið til þess að tryggja að þið missið ekki þessi áhrif heldur en náttúrulega erfiðara að fela þá heimastjórn að fjalla eitthvað sem að varða þá kannski í alla íbúa sveitarfélagsins. Það yrði eftir sem áður sveitarstjórnar. En aðeins að kosningunum, það styttist í þetta. Laugardagurinn 14. fyrsti kjördagur og þá verður opin kjörstaður hér í 2 tíma. Ef ég man rétt, það kemur nú eftir það 10 til 12, en það kosið í báðum sveitarfélögum. Þetta eru 2 kosningar, þannig að ef þið hér ákveðið meirihluti greiddra atkvæða hér ræður hvort af sameiningu verður alveg mikið eins og einfaldur meirihluti hinum megin gerir það líka. Þannig að ef annað sveitarfélagi fellir, þá verður ekkert af sameiningu, ef bæði sveitarfélög sameina, að þá samþykkja tillöguna að þá verður sameiningin. Og þetta eina kosningin í sveitarstjórnarréttinum sem að bindandi fyrir sveitarstjórn. Það að segja, þegar íbúar hafa ákveðið að sameinast eða hafa ákveðið vilja ekki sameinast, þá ber sveitarstjórn að fylgja því. Það ekki ráðgefandi eins og flestar aðrar kosningar eru. Þeir sem að búa hérna og eru með íslenskt eða norrænt ríkisfang og eiga kosningarétt, það að segja þeir sem eiga lögheimili, þeir sem eru með önnur ríkisfang og hafa búið hérna í meira en 3 ár samfellt, það að segja á Íslandi, þeir geta kosið. Það líka búið að ákveða að þeir sem eru 16 ára og eldri geta kosið. Það að segja að lækkaður kosningaaldur miðað við venjulegar kosningar. Og eins og ég segi, það verða opnir kjörstaðir hérna 2 laugardaga, það þá 14. og 28. í Árneshreppi en svo einnig hægt að kjósa á skrifstofunni á opnunartíma. Og í síðasta lagi þá hægt að, ef maður sér ekki fram á að komast á annan hvort þessara staða, að þá hægt að kjósa í svokallari póstkosningu, þá hægt að óska eftir atkvæði eða kjörgögnum í tölvupósti eða pósti, fá þau send og fylla þau út og skila þeim til kjörstjórnar í sínu sveitarfélagi. Þannig að þessi 3 leiðir á þessu 14 daga tímabili til þess að koma atkvæðinu til skila. Þannig að það ætti enginn að missa af þessu svona óvart. En þetta eru opnunartímarnir. Hérna það semst 14. mars frá 12 til 14 og svo 28. mars frá 12 til 16 og svo á skrifstofunni á milli klukkan 13 og 17. Það aðeins rýmri opnunartími í Kaldrananeshreppi vegna rýmri opnunartíma á skrifstofunni og svo aðeins lengri tími þarna á laugardeginum. Hún byrjar í raun og veru sama dag og kosningin byrjar. Það hægt að senda inn núna væntanlega, við erum búin að birta það sem verður tekið á móti beiðnunum á drangsnes.is og það hægt að byrja að senda inn núna beiðnina. Væntanlega ekki. Ég verð að viðurkenna að við höfum ekki flett þessu upp eða það
í sjálfu sér engin regla sem segir það en nákvæmlega, en ég myndi ætla að þú fengir atkvæði bara þegar að kosning hefst. Talningin, hún fer svo fram hér í þessu sveitarfélagi og á kjörstaðnum í Drangsnesi í grunnskólanum og svo verða úrslitin bara birt leið og þau liggja fyrir í báðum sveitarfélögum. Já, bara strax og kosningu lýkur. Kjörstjórn þarf kannski að teygja úr sér og fá sér kaffi, en svo hefst talning og þau eiga eftir að í raun og veru auglýsa það hvenær hún hefst og hvernig hún fer fram, en það er væntanlega bara beint í kjölfarið, þannig að við bíðum náttúrulega spennt eftir niðurstöðunni, hver sem afstaðan er sko. En þar með lauk glærupattunum mínum og ég vil bara hvetja ykkur öll til að mæta á kjörstað og segja ykkar skoðun og taka þátt í þessari ákvörðun sem náttúrulega ákvörðun sem er getur orðið ansi varanleg og en við ætlum líka að opna á spurningar. Þá er spurning hvort að við fáum ekki bara fulltrúana úr samstarfsnefndinni til þess að koma upp til okkar og setjast til þess að sitja fyrir svörum og Já, láta ég bara þakka fyrir að komuna og fá að hitta ykkur. Sko, þótt að kannski skammur fyrirvari af þessari vinnu allri, að þá er þetta verkefni sem hófst mikið fyrr á kjörtímabilinu. Við vorum búin að funda svona óformlega áður en óformlega viðræðurnar byrjuðu. Þetta náttúrulega er tilkomið vegna þrýsting sem er í kerfinu. Við getum ekkert horft fram hjá því hvort sem það er ráðherra fái lagalega heimild til þess að hans frumkvæmi sameina sveitarfélög, þá er þetta þrýstingur sem er búin að vera í rauninni öll 12 árin sem ég er búin að vera í pólitík og hefur verið að þyngjast og breytingarnar sem við sjáum núna að þeir ætla að byrja að nota jöfnunarsjóð sem verkfæri til þess að svelta okkur til þess að millistór og sem sagt fjölkjarna sveitarfélög fái meira úr þeim potti kemur niður á okkur og það náttúrulega verður lækkun en grunnurinn að þessari viðræðum sem við áttum þessi tvö sveitarfélög náttúrulega bara út af við erum nágrannar, við erum mjög lík í eðli sínu og okkur finnst skipta gríðarlega miklu máli að þetta sé sameining, þetta er engin yfirtaka, þótt að auðvitað skilji það að sem minni aðili að hafa áhyggjur af að allt færist yfir á hinn, að þá hefur alltaf verið sýn okkar að reyna að færa heimastjórn hér flest öll þau völd sem hægt er að fela henni. Við höfum ekki áhuga að vera fjaststýra, því sem þið eru fullfær að sjá sjálf. Og eitt af því sem hefur ekki komið fram í glærupakka eins og hér, atriði eins og skipti Kaldrananes gríðarlega miklu máli. Það er að vernda eignir sveitarfélagana, að það tilheyri íbúum. Hér eru náttúrulega sveitarfélagið sem á húsnæði, jarðir og annað sem skiptir íbúum hér gríðarlega miklu máli að tilheyri íbúunum hér. Sama er það eins og í Kaldrananeshreppi, við erum með hlutdeild í frystihúsinu, við erum með útgerðarfélag, við erum með hitaveitu. Við erum bara mjög taugaveiklu fyrir því að þetta fari í einhver stærra batteri. Og það var aldrei sett hér á blað í glærukynningu en það er sameiginlega sýn nefndarinnar að reyna að koma þessum eignum í einhvers konar félagaform sem tilheyra íbúum sem er annaðhvort notendur
eins og hitaveitunar, að það séu notendur hitaveitunar sem hún tilheyri eða þú veist, eignir sem eru hér, að þær eru fyrir íbúana hér. Þetta ykkar eignir. Og síðan náttúrulega, þú veist, við höfum í þessari vinnu allir talað alls konar hluti sem kannski enda ekki á glærum, en vafalaust eitthvað sem við höfum ekki sagt. En svo ég bara, eitt sem ég ætla ekki að gleyma, að það var til dæmis eins og með byggðakvótann, að það þekkt dæmi eins og í Ísafjarðarbæ, hann fær úthlutað heildarkvóta, en hann tilheyrir mismunandi byggðakjörnum. Þú veist, það ekki þannig að séu þessi 15 tonn hér eða 30 tonn hér verið flutt yfir á Drangsnes. Það bara önnur lögmál sem gilda höfnina hér, þetta það sem tilheyrir þessari höfn og annað sem tilheyrir höfnina á Drangsnesi. En ég ætlaði bara, þetta bara svona stuttur inngangur. Arinbjörn, vil engu við að bæta? Þá bara opin fyrir spurningar. Það ólíka reglur eins og hjá Ísafjarðarbæ, þú veist, eftir í hvar þú landar. Það ekki vinnslur í öllum kjörnunum, sko. Þú sagði að þið rættum ýmislegt sem kemur kannski ekki fram í þessum glærum. Eru til fundagerðir þessara samstarfsnefndar og eru þær mögulega opinberar eða? Þær voru birtar með var það ekki birtar með pakkanum eftir seinasta fundi? Ég man ekki eftir að sé það. Það væri það því að maður heyri það að fólki finnst svo A4 blaði sem hafa sendt í pósti vera kannski svona fremur þunnt, þú veist, það bara 80 grömm á per sentimeter eða hvað það en þú veist, eigum við ekki skilið að vita meira það sem hefur verið rætt og því þessum steinum sem hefur verið velt upp, sko. Það engin leyndarmál þar, sko, þetta allt galopið, sko, það bara ekkert að því að þetta fari allt bara með samhangandi spurningu, því að það líka, ég heyri það bara þeim sem að ég hef talað við að margir velta fyrir sér títtnefndum hraða. Þú nefndir að tvisvar í innganginu þínu hér að þetta bæri brátt að og það væri stutt síðan við hittumst síðast. Þannig að það kannski líka eitthvað sem að þessar fundagerðir getur varpað ljósa, þú veist, getur þú til dæmis útskýrt fyrir okkur bara í hreinskilni sagt af hverju svona mikill asi á þessum sameiningarviðræðum og af hverju ferli svona, þetta langt ferli, það fullt af svona milestones á leiðinni en þessi þjappa saman ára svona stutt tímabil og það eru löng tímabil á milli þar sem ekkert gerist og ekkert heyrist. Það náttúrulega nokkuð þægilegt að svara þessu sko út af því að flækjustigin á milli þessara tveggja sveitarfélaga eru rosalega lítil. Þú veist, það eru bara fáar stofnanir í báðum sveitarfélögum, þetta nokkuð einfalt stjórnkerfi í báðum sveitarfélögum. Þetta eru lögbundnu nefndirnar, fáar aukanefndir, þjónusturnar sem eru veittar eru flest allar nú þegar sameiginlegar. Skólamálin voru náttúrulega stæðsti parturinn sem við ræddum og það bara sýn okkar í nefndinni að það verði ein skólastofnun og það verði skólasel hér. Og ef ég tala bara hreint út fyrir mitt leyti að þá erum við með frábært kerfi sem heitir Ásgarður sem tekur við nemendum í 8. bekk. Það gríðarlega fastmótað umhverfi fyrir fólk fyrir nemendur sem vilja vera í fjarnámi á grunnskólastigi. Það miður ekki tilneitt fastmótað fyrir yngri nemendur en það í kerfinu í dag sem við getum verið að notast við. Eva með hönd á lofti. Eva, getur þú prófað að segja eitthvað fyrir okkur? Ég ekki alveg viss hérna. Já, heyrið í mér. Heyrist ekkert. Heyrist ekkert. Það bara að deila þessu. En svona, svo ég tali þangað til Eva fær orðið, sko, þú veist, það eru, ef við tölum bara nefndir sveitarfélagana, fjárskilanefnd, eða fjallskilanefnd segi ég, hún hefur ekki verið virk hjá okkur seinustu 4 ár. Þetta bara sami pappírinn sem samþykktur og eina bara dagsetningin og það vita allir að það 3. helgin í september
Þú veist, svona fjallskil eru bara nokkuð á hreinu hjá okkur. Hafnanefnd kemur sjaldan saman nema þegar á að ræða framkvæmdir hjá okkur og þið sáuð í skjalinu hjá okkur fallið sem var 2021. Það voru gríðarlegar hafnaframkvæmdir í varnargerð sem við þurfum að bera kostnað af sem við færum ekki í bókhaldi. Eva, getur þú sagt eitthvað núna? Já, get ég talað? Nei, við fáum ekki enn hljóðið frá Evu, en síðan erum við til dæmis eins og ef við tölum byggingarmál og skipulagsmál, út af það rísa apparat sem orðið svo miklu stærra heldur en við í þessu sveitarfélögum erum að stýra. Við erum með sameiginlegan byggingarfulltrúa, við erum sameiginlegan skipulagsfulltrúa sem í verktöku. Það eru gríðarlega breytingar þar framundan sem í rauninni ríkið skiptist á að fela sveitarfélögum og taka til sín völd alveg endalaust og núna eru svolítið að reyna að steypa þetta saman í eitt fast mót. Við erum að fara að opna leikskóla á Drangsnesi og það ákvörðun sem við tókum sem sagt fyrir ári síðan að opna leikskóla og við horfum á að það séum svona 5 til 7 börn sem að fara að taka þar og það á rosalega hug okkar núna, þú veist, að undirbúa og standsetja það. Eva, til ekki okkur? Já, heyrið í mér. Nei, það kemur ekki. Eigum við að pröfa einhvern annan sem í gegnum neti, hvort þetta sé bundið við tölvuna? Heyrið í mér. Héðinn, geturðu sagt nokkur velvalin orð? Heyrist í okkur. Það valið á hann, sko. Já, ég heyri í einhverjum. Heyrist ekki í henni, hann á mjút. Það heyrist alveg í Evu. Það heyrist ekki í okkur. Það allavega komið gott hljóð í salinn. Já. Ef við að prófa, Lilja, getur þú sagt eitthvað fyrir okkur? Já, heyrist í mér. Já. Og má ég þá taka til Má ég taka til máls? Það eru svona smá tæknilegir örðuleikar. Heyrið í mér? Þetta hátalarinn í og þú bara endur rómar spurninguna, það ekki bara best. Bara prófum að taka þetta saman. Heyrið í mér? Eva, ertu til að prófa að segja eitthvað núna? Já, ég alltaf að reyna að segja eitthvað. Heyrið í mér? Ég heyri. Björn er ég fegin að hafa ekki séð tæknilegum mál. Nei. En ég ætla... Heyrið núna? Hún dettur inn og út, Sko, ég ætla nú bara að byrja. Ég ætla að segja... Jæja, eitthvað... Heyrið þið hvert í öðru á netinu? Þið heyrið hvort... Já, það heyrist ágætlega. Það bara eins og hátalarnir á tölvunni sem ekki að skila sér, sko. Hjá ykkur. Hefur ekkert meira skemmtilegt að segja, Finnur? Þú veist, ertu bara ánægður með þetta? Sko, ég ætla ekki að búa til skoðun annarra. Ég ætla að segja bara staðreyndir og vera bara hér í góðri trú, sko. En þú veist, þess vegna vil ég bara endilega fá spurningar, þú veist, ef að sé einhverjar, þú veist, einhver svona sjónamið, fyrirkomulag. Nú datt Finnur út. Nei, já, sko, þú veist, jöfnunarframlög eru náttúrulega stýrð að öðrum en okkur, sko. Það bara jöfnunarsjóðir bara sérkerfi og þetta miðað við núverandi kerfi reiknast nýtt sveitafélag að þetta verði aukningin miðað við þær forsendur sem sveitafélag með. Og það er nemendafjöldi, lengdir frá grunnskóla og heildarlengdir í sveitafélaginu, aðrir bættir
Pröfum núna að tala í gegnum tölvuna. Við erum ekki alveg komið eitthvað. Jú. Heyrið í okkur? Já. Við heyrum. Heyrið þið í mér? Já. Yes. Þú ert að slökka á mæknum við þér. Já, það þetta ég með mækið svo nála. Ég hætti ekki fyrir en ég get sagt einhver orð, sko. Þetta snurðan bara? Ég held þetta sé mjög snurðan. En það er samt að heyra fyrir náttúrulega. Já, það getur bara hérna. Ha? Hvað segið þið? Heyrið þið í mér? Árneshreppur datt út núna. Æ. Það er laglegt. Það vantar Skúla Gauta í tæknimálinu þannig að sýnt mér. Já, hann er nú einhvers staðar en hann er ekki Ég er hérna, já, ég er státtur á Akureyri bara. Ég hefði komið, ég er bara búinn að vera veikur. Við heyrum mjög vel í ykkur. Já. Eva, þú Heyrið í mér? Ha? Þú voru að tala viðstöðulaust. Já, við heyrum í þér. Já, sko, þá ætlum ég að byrja á að segja komið þið sæl öll. Gaman að hitta ykkur svona þó að sé ekki hinsegin, ekki augliti til auglitis. Mér langar aðeins að bæta í þessar upplýsingar sem að hafa komið fram. Varðandi örfámál sem ég skrifaði bara niður hérna meðan að var verið að sinna glærurnar. Og það er meðal annars varðandi aðalskipulagið að við erum þegar byrjuð og það er á plani að klára á þessu ári en eins og kom líka fram að þá er hérna líka þörf á endurnýja aðalskipulagið í Kaldrananeshreppi þannig að við erum bara að taka okkar hluta í þessu og erum bara að hérna, það var orðið tímabært að því að þetta aðalskipulag það var bara til 25 og út það ár en það er sem sagt í endurskoðun. Svo hérna langar mig aðeins í sambandi við hérna menningar og atvinnumál að það er náttúrulega eitt og annað sem að ekki kemur fram á svona glærum og það er þá hérna félög og fyrirtæki sem ekki eru rekin á vegum hreppsins og við erum bara hérna, já, við erum bara stöndum sterkt í Árneshreppi hvað það varðar að það eru góð fyrirtæki og félög á þessu, í okkar hluta. En mér langar líka að segja ykkur að hérna, já, þetta með rotþróatæminguna sem að var svo miklu hærri hjá okkur heldur en hjá Kaldrananeshreppi og það virðist vera út af því að þeir sáu það hjá þarna fyrirtækinu sem ég man nú ekki nafnið á sem kemur alltaf til okkar að þeir hérna tók eftir því að við hækkuðum þessi gjöld hjá okkur varðandi íbúa og sumarbústaðafólk þá hækkuðum við þetta fyrir 2 árum eða svo og þá snar hækkuðu þeir fóru í sko meira en 100-falt þeir sko hækkuðu gjöldin til sín svo rosalega mikið og ég á nú eftir að taka það mál upp við á af því að þetta var alveg mjög einkennilegt. Þegar hækkar eitthvað 100% þá er það bara sérstaklega líka á tölunum. Ég langar að segja að hérna, þetta hefur verið skemmtilegt samstarf og gert það að verkum að maður hefur kynnst fólki inn á Drangsnesi sem að maður bara þekkti nánast ekki nema við náttúrulega þekktum Finn af því hann hefur verið hjá okkur á á sumri segi í langan tíma en þetta hefur líka leitt af sér hérna góða strauma sem að liggja á milli sveitarfélagana og ég svo sem veit ekki hvaða afstöðu ég á að taka það eru nú sumir sem segja að 70 ára og eldri ætti ekki að fá að kjósa í svona kosningum af því að við hérna séum orðin og gömul, okkur kom ekki við hvað framtíðin gerir.
En ég held að við ættum nú öll að hafa sama rétt til þess og við sjáum bara hvernig þessar kosningar fara. Það verður spennandi á hvorn veginn sem það verður held ég, en mér langar líka að segja það bara hér og nú að ég náttúrulega að hætta. Ég búin að gera mitt finnst mér og þess vegna verð ég ekki með í því að verða ekki í framboði eins og maður segir. Þannig að það eðlilegt og löngu orðið tímabært fyrir mig að fara að gera eitthvað annað. Ég man ekki eftir fleiri í bili en þið spyrjið mig ef það eitthvað sem þið viljið fá að vita. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, heyrum við ekki ef það segir einhver á. Sigrún. Sko ég með, og það skemmtilegt að maður segja allt tvísvar. Ég með 2 eða 3 spurningar allavega til að byrja með. Vil ég ekki bara fá þær og svo getið þið svarað? Já. Númer 1, þá hjó ég aðeins eftir því að í glærukynningunni að tala að stjórnunarkostnaður minnki við sameiningu. Þá verið að ræða að heimastjórn sé að fá minna greitt heldur en hefur verið greitt fyrir stjórnun hingað til eða hvernig minnkar sá stjórnunarkostnaður því að nú veit ég að það hefur ansi lítið verið greitt fyrir nefndastörf hérna megin. Það er spurning númer 1. Þá var líka talað að það myndi létta á þrýstingi að sameinast. Léttir á þeim þrýstingi lengur heldur en til 16. maí þegar að nýja reglur taka í gildi sem að segja að ég var stefna 1000 manns. Það er önnur spurning. Og með skólamálin þá vil ég bara enn og aftur spyrja út í og nú vorum við til dæmis ég var að lesa bara fyrir 2 dögum eða 3 dögum fréttir sameinað sveitarfélag á Raufarhöfn og það er nágrenni þar sem að krakkarnir á Raufarhöfn eru núna að lenda í því að fara að keyra 65 km á dag í skólan aðra leiðina og hvaða tryggingu höfum fyrir því að eftir 3 ár eða 4 ár verður þetta ekki bara staðan hér líka. Já, þetta er gott að byrja. Takk fyrir þetta. Til þess að byrja á fyrstu spurningunni, sko, þetta var kannski almennar sameiningarglærur þegar að tala sem inni stjórnunarkostnaður við sameiningu. Mín persónulega skoðun er sú að eins og í Múlaþingi sé ekki lægri stjórnunarkostnaður í nýju kerfið, sko, en þótt að sé kannski lítið greitt hér fyrir nefndastörf við þessu sveitarfélagi og lágt starfshlutfall fyrir oddvita hér, að þá ég með 40 tíma í mánuði sem oddviti, þannig ég held að við séum kannski ekkert langt frá hvort öðru þegar að kemur að þessum þáttum, en það er náttúrulega bara þannig ef það sé sameinað að þá er náttúrulega bara skipað, nefndir sem hafa sama, það er ekkert verið að mismuna einum en neinum, og síðan var það er bara þannig að engin sveitarstjórn er bundin af ákvörðum fyrri sveitarstjórna og því miður að þá er ekkert sem er hægt að binda fast á hvorn veginn sem það er. En það er skýri vilji þessara samstarfsnefndar og það er ríkur skilningur inn í núverandi sveitarstjórn í Hvalsnesshreppi. Börnum verður ekki keyrt úr Árneshreppi með þennan veg. Og þegar ég segi þennan veg þá á ég bara miðað við samgöngurnar sem eru hér, þá er þetta ekki hægt. Á þessum tímapunkti er það þannig, en það er alveg sama hvað það er alltaf hægt að snúa öllum ákvörðunum. Og það er alveg sama hvar það er. Það eru heilu sveitarfélögin sem stóðu grjóthörð á því. Ég er nú ættað frá Höfn í Hornafirði og Neshverfið þar átti alltaf að vera með skóla. Og öllu unglingastiginu var keyrt þangað upp yfir. Það er hægt í dag, þetta er orðið hótel í dag, en þetta er þróun sem er í rauninni, hún er ekkert bundin við Ísland, þetta er bara alþjóðleg þróun að það er að verða gríðarlega mikil borg, ríkja, vætt heimurinn og síðan segjum við, ok, við erum að berjast hér í okkar mestu dreifbýlum,
En Ísland það land í allri Evrópu sem með mest borgaríki. Það búa flestir í kringum höfuðborgina af öllum þjóðum í Evrópu. Og þetta það sem við erum að berjast endalaust við. Og ég hef oft sagt það á sveitarstjórnarfundum í Kaldrananshreppi, löngu áður að hann var byrjað að ræða hér einhverjar sameiningartillögur eða eitthvað, að við verðum að styðja Árneshrepp út af því að þeir eru útvörðurinn okkar. Ef einhver klikkar hér, þá eru við næst. Við erum að berjast fyrir því að fá snjómokstur, 2 í viku. Ef það er mokað á mánudegi og miðvikudegi í Bjarnarfirði, ef það sé snjóstormi á miðvikudagskvöldi, þá bara ófært fram á mánudag. Þetta endalaus barátta. Og þetta barátta sem við þurfum að eiga endalaust við ríkið. Og stóra spurningin sem ég spyr mig, við betri saman eða við betri, í sikkur lagi? Bæði allt í lagi. Það engin heimsendir ef að þetta fellt. Þá höldum við bara áfram að gera það sem við erum að gera í sikkur lagi. Það engin svona, að þetta verði að gerast eða verði ekki að gerast. En mín trú að við höfum kannski betri slagkraft saman og með því að búa til fastmótaða heimastjórn sem hefur flest allt að segja hér sem hún má það til dæmis sveitarfélag verður að gera fjárhagsáætlanagerðina, það bara partur af því í sveitarstjórnarlögum, en það ekkert sem segir að heimastjórnin verði ekki falið að koma með drög af fjárhagsáætlun fyrir þetta svæði sem fer síðan inn í sveitarstjórn. Og að missa sem sagt stjórn á svæðinu hér, þegar við erum að tala 180 manna samfélag og þar af eru 60 hér, það eru 70 á Drangsnesi og það stundum talað Drangsnes versus Bjarnarfjörður. Kaldranansreppur ekki bara ein búbla á Drangsnesi, síður en svo. Þannig að það ekki þannig að allir hagsmunir sé hægt að setja undir einn hatt. Við höfum öll ólíka, svona sýn. Ég heyrði seinast í gær að verkefni sem fékk styrk úr brothættu byggðum í Kaldrananshreppi sem hét íbúabyggð í Bjarnarfirði. Og það risu gamli Bjarnfirðingar bara upp á afturlappirnar, þetta vil ég ekki. Og þá segi ég, já, ég nú ungur og mun erfa þetta, ég vil hafa fleiri hér, En síðan skoðum við tækifæri, hvaða tækifæri fylgir því að sameinast. Við höfum með því að sameinast og höfum meiri slagkraft fjárhagslegan. Það kannski stæðsti punkturinn, það fjárhagslega ávinningur í sameiginlegu sveitarfélagi. Við höfum kannski meiri krafta sem sveitarfélag að gera eitthvað í kjölfarið og það ekki þannig að við sameiningu kemur hvítur hestur ríðandi hér sem mun stýra öllum framkvæmdum og allt. Þetta eitt stærsta vandamálið í Kaldrananshreppi. Það að finna mann til þess að stýra framkvæmdum sem verið að framkvæma. Óskar Torfa hefur verið mjög traust stytta í að stýra framkvæmdum. Hann lagði hitaveituna á sínum tíma ásamt unglingavinnunni og svona. En þetta svolítið að breytast og við sjáum það að samfélögin og svona, menningin, það að minnka það að við séum að vinna fyrir sveitarfélagið sjálfboðavinnu. Ég held að þetta sé að minnka svolítið á flestu stöðum að að allir séu tilbúnir að gera allt fyrir sveitarfélagið út af þetta samfélag okkar. En náttúrulega aðalmarkmið okkar að við erum þjónar íbúan okkar og við erum að þjóna þeim og meðan við reynum að þjóna þeim sem best, að þá tel ég að við vera að vinna vinnun okkar. Aðrar spurningar úr sal á aðeins grípa. Það er samt að benda á því að varðandi stjórnunarkostnaðinn, það náttúrulega, við gerum ráð fyrir því í þessum ályktunum okkar og stendur á bakvið það að verði færri fulltrúar í heimastjórn heldur við sveitarstjórn, þannig að þó sveitarstjórnarlaunin héldust, þá eru það 3 fulltrúar sem fengi þau en ekki 5. Það er náttúrulega 1 sveitarstjórn en ekki 2, þannig að það líka líklegt að
heimastjórn muni funda sjaldnar heldur en sveitarstjórn þarf að gera. Og svo fleira sem kemur til, að því að þið eru líka með það þarf að gera 2 ársreikninga og endurskoða bæði sveitarfélög. Það eru líka svona þættir, hugsanlega einhver svona það er kannski ekki stór þáttur hér, en einhver svona tölvukerfa sparnaður og svoleiðis kemur iðulega út úr svona. Þannig að þó það sé ekki nema bara það að fækka ársreikningum og endurskoðunum, þá er alltaf einhver sparnaður í yfirstjórninni. Það skiptir máli líka í þessu, það er þessar 100 milljónir sem kæmi á næstu 7 árum. 200. Já, segjum 100, segjum að 100 milljónir myndu lenda hérna með. Það væri ýmislegt hægt að gera fyrir það. Það bara að spyrja beint úr þetta þá getið svaraði. Eru þið til dæmis að hvernig kom fram sýn þessara samstarfsnefndar á hvað er að nota peningin sem Flugum í Hamborg ætlar að gefa upp? Já. Farið á dýpra með Já. Nú, það er ýmislegt að gera. Má ég svara þessu? Sko, þessar 200 milljónir eru, þú veist, svona kartafla sem við viljum ekki í rauninu svara út af því að, þú veist, það að við segjum að við sjáum að þessi notaði peningurinn svona, þú veist, það mun ekki halda neinu vatni leið að búið að kjósa. Í frekar en neitt annað sem við ræðum. Nei, í rauninni ekki. Vegur það þyngt að því að helstu rökin fyrir fólk með sameining í dag óttinn við ráðherrann í fyrra og þessar 200 milljónir sem rosalega góð gjöf sem kemur á 7 árum og deilis niður á ár og einhverjar x milljónir á ári, 35 milljónir eitthvað á einhver ár og það skilst á að komi mest fyrst og svo dvín. Það gefur manni allavega innsýn í ykkar hugarheims, af því við erum að reyna að opna pakkan sem við erum að kjósa. Og ykkar hugarheimur, samstarfsnefndarinnar, þessi sameiginlegi spjallblötum milli þessara sveitarfélaga í raun og veru þar sem við erum að kjósa. Það gefur okkur mesta vísin af því hvað mögulegt framtíð fyrir skaut. Þannig að mér finnst þetta 100-200 milljónir að vera alveg jafn mikilvægar eins og ykkar sín á skólastarfi. Ég er bara hjartanlega sammála. Nei, ég tek það alls ekki nærri mér, sko. Sko, málið að 200 milljónir, segjum að það sé, þetta náttúrulega svona kurva sem gengur niður, þetta á að sem sagt að hjálpa til við sameiningu sveitarfélagana, en staðreyndin sú að innviðir í okkar sveitarfélög ekki það flóknir að samþætting stofnana sé gríðarlega kostnaðarsöm. Við erum alveg heiðarleg með það. Ég var á fundi í morgun með Aðalsteini hjá Vestfjarðastofu og Kristjáni hjá Byggðastofnun ásamt þér Arnbjörn Björn og Skúla Gauta og það var verið að skoða hitaveitu framkvæmdir sem eru mögulegar hér í þessu sveitarfélagi. Ég náttúrulega var boðið bara til að hlusta, en þarna höfum við töluverða reynslu. Þú veist, bara svona að segja hvað við höfum eitthvað fram að færa. Við höfum gríðarlega reynslu á rekstur hitaveitukerfa, að leita heitu vatni og öðru. En þú veist, við erum náttúrulega rosalega mikið bundið við einstaklinga. Síðan ég byrjaði þá eru örugglega búnar að bora einhverjar 7 borholur. Við erum búin að bora eina risastóra sem misheppnaðist, sem ég held að sé stærsta svona lærlingskurva sem maður getur tekið í borheiminum, að taka stóra áhættu sem misheppnast. Maður veit nákvæmlega hvað á að varast næst. En við töluðum þetta áður en við byrjuðum að búa til okkar sameiginlegu sýn. Hún fór svolítið meira í varnarham, hvað við vildum verja fyrir stærri sameiningu heldur en endilega sóknarhugurinn hjá okkur núna. En ef að af sameiningu verður, að þá þetta kosningamálið. Þú veist, hvað ætlum við að gera? Fyrir utan 200 milljónirnar að þá þarna ábati upp á einhverjar 13 milljónir sem stöðugur á meðan að jöfnunarsjóðnum verður ekki breytt. Það að ráðherra
sé búinn að gefa út að hann ætli að falla frá sem sagt lagaheimildinni sinni sem sagt að fá að lögþvinga sveitarfélög eftir sínu höfði detti út að þá held ég ekkert að það verði ekki haldið áfram að þrengja að okkur og við sjáum það alveg að sveitarfélögum að fækka örlítið svona stöðugt. Við erum mjög lítil sveitarfélög, bæði tvö verið það og það að við ráðumst í einhverja einstaka framkvæmdir og við sjáum það bara á fjárhagsgröfunum að þau sveiflast upp og niður alveg bara við framkvæmdir eins og að gera upp leikskóla eða grunnskóla eða einhvað álíka sko. Það verður örugglega svolítið fall hjá okkur þegar við opnum leikskólann. Það bara gríðarlega kostnaða sem stofnun. Við kostnaðaráætlun rekstur á leikskóla? Já, við settum það inn í fjárhagsáætlun. Það var gert ráð fyrir 20 milljónum krónum í launakostnað á ári og síðan standkostnað upp á 10 milljónir ef man rétt. En þetta í fjárhagsáætlun sem náttúrulega opinbert plagg. Þetta náttúrulega bara svona partur af talin grunnþjónusta í sveitarfélögum í dag. Við viljum ekki missa þetta. Við erum með það bil með 4 til 5 krakka frá okkar samfélagi í leikskólanum á Hólmavík í dag. Þannig að við erum bara að mæta þörf sem var ekki til staðar svona mikil fyrir ári síðan. En þá spyr ég, hvað sjáu þið fyrir ykkur, til dæmis sveitarfélög fyrir með skipulagsvald. Mér finnst það gríðarlega öflugt verkfæri. Það verkfæri sem við getum í rauninni stýrt þróun og það vantar, ef við segjum, núna bý ég bara til dæmi, ef við viljum fjölga hér íbúum í þessu sveitarfélagi hér, burtséð af hvort það verður sameining eða ekki sameining, að þá sveitarfélagi valdið til þess að búa til skipulög og þá spyr ég, á sveitarfélagi einhver landrými til þess að skipuleggja til þess að geta tekið við nýjum íbúum? Og þá alltaf spurningin, það kemur upp þessi spurning og hún kemur líka hjá okkur. Þarf landbúnaðarland? Flestir sem búa í dreifbýli í Kaldranarshreppi, það eru aðeins 3 sauðfjárbú og það eru 7 skógræktarbýli. Breytingin þótt að fólk velur sér að búa í dreifbýli að það rosalega ólíkt, hvaða fólk að skapa sér sem tækifæri. En, já. Ég get alveg verið með einu spurningu viðbúð að bara að þú talaðir fjárhaginn og reksturinn á leikskólanum. Nú með við ársreikning Kaldranarshrepps 2024, þá eru þið fyrir utan grunnskóla fræðslumál, þá eru þið með held ég 36 milljónir í laun og launafylgjöld í 4 eða 5 liðum. Meðal annars sveitarstjórn, skrifstofa, einhver æskulýðsmál og alls konar. Þetta eru ígildi nokkurra árstarfa sem að sveitarfélagið að halda úti á einn eða annan hátt. Veit ekki nákvæmlega hvað störf þetta en þetta kemur fram í ásetningunum ykkar. Þannig að þarna sveitarfélagið að halda úti kannski 3 til 5 störfum. Þetta eru kannski hlutastörf að einhverju leyti. Það verður væntanlega áfram í nýju sveitarfélagi. Hafið þið inn í pakkanum þetta? Hafið þið eitthvað kynnt ykkur, hugsa það, er vilji til dæmis til að koma til móts við samfélagi hér og efla þá störf eða styðja við einhver störf af því að núna allar líkur á því að eina starfi sem sveitarfélagi heldur úti í Árneshreppi í dag fyrir utan fræðslumálin sem starf sveitarstjóra eða oddvita, það muni fara í burtu. Þannig að þetta samfélag mun við sameiningu missa það starf að öllum líkindum. Það bara held ég bara að sjá það allir sem vilja sjá það. Þarna erum við að horfa á að hinum einn verið að halda út í störfum og launafylgjöld fyrir utan grunnskóla. Því bæti svo við 20 milljónum á leikskóla sem eru 36 milljónir á ári sem eru þá að styðja við það að fólk búi þarna af því að það hefur störf. Hafið þið eitthvað rætt þetta af því að svo hitt sem að kannski kemur inn á þetta líka Kaldranarshrepur fyrir 20 milljónir á ári að reka sundlaug sem 80 km í burtu og notuð af íbúum sund í sveitarfélaginu og þéttbýlinu þar.
Hafið þið þá til dæmis rætt það að hér er sundlaug sem er rekin af ungmennafélagi, myndi nýtt sveitarfélag til dæmis sjá fyrir sér að styðja ungmennafélagi í rekstri sundlaugarinnar yfir árið, þannig að það væri kannski hægt að vera með starfsmann í mjög litlu hlutastarfi sem myndi halda lauginni mannsamandi yfir veturinn, þannig að íbúar hér getur notað hana. Alls konar svona pælingar. Þetta segir mér persónulega, og ég ætla bara að lýsa aðeins minni persónulega reynslu því, að það, þú veist, að því að tala á jafnréttisgrundvelli og að það hallar alltaf pínu á samfélagi hér, sko. Þá spyrir maður, sko, eru menn búin að hugsa það eitthvað, að koma það kannski með einhverjar mótvægisaðgerðir eins og Jón Hrói var að tala áðan, það var alls konar mótvægisaðgerðir við sameiningu og eitthvað svoleiðis. Til þess að svara þessu, þú veist, til þess að svara svona heildarspurningunni, þú takk ekki svona nákvæmlega einn lið, það er sko það sem oddviti hefur, það hlutverk sem hann hefur haft hér má segja þrenns konar. Það er annars vegar að reka bókhald, það að reka stjórnsýslulega umsýslu sem gríðarleg í skýrsluskilum og öðru, og þriðja starfið sem ég tel að mikilvægasta og það sem þú ert í rauninni að óska eftir verkefnastjóri. Verkefnastjóri til að stýra framkvæmdum og allt það. Það eitthvað sem við verðum að leysa og það kannski verkefnið sem ég tel vera nauðsynlegast fyrir svæði eins og þetta, að það sé einhver starfsmaður sem hafi það hlutverk að vera verkefnastjóri í að keyra verkefni áfram. Út af því að þetta það sama og ég í rauninni í grunninn verkefnastjóri Kaldrananshrepps. Ég að stýra framkvæmdum, það þýðir ekki endilega það að ég sé að stýra þeim á staðnum, heldur ég að stýra þeim aðilum sem fengnir til þess að stýra framkvæmdum. Síðan kem ég og tengiliður þessara framkvæmda inn í sveitarstjórn og miðla þar upplýsingum inn. Og það að þú óskar eftir að sé sérstakur svona stuðningur í formi starfshlutfalls eða annað, að það kannski, þú veist, akkurat hlutverkið sem hægt að ræða hvort að heimastjórnin geti verið, þú veist, fengið það hlutverk og þar að leiðandi, þú veist, komið inn í að sé stjórn hér sem hefur þá verkefnastjórna og laun sem passar við það. Sigrún? Þetta ekki bara flotta frá manninu mínu. Erum við í spurningakefni, Davíð? Ég vil bara taka það fram, ég finnst sko frábært svo margt sem gert á Drangsnesi. Þetta ekki það að við viljum ekki að það sé gert þar, bara þannig að það sé algjörlega á tæru og okkur finnst frábært að koma þangað og hérna. En þetta eitthvað sem hefur vantað í okkar samfélag og óttinn að við verðum það bara ennþá meira útundan í kjölfarið. En það sem mig langar eiginlega að spyrja aðeins betur hefur þetta verið rætt? Eða þetta eitthvað sem þið eru að tala að ræða eftir á? Því að mér finnst þetta partur að því að undirbúa sameiningu, að það séu og liggi fyrir plön. Á Drangsnesi rekum við Sundlaug og Líkasegg. Þá þurfum við náttúrulega að gera svipa fyrir íbúa Árneshrepps, skilur við. Og þetta hefði átt að vera búið að ræða núna í þessum undirbúningsfasa, finnst mér. Ég veist í raun og veru að Þorgeir bara koma inn og biðja okkur að kjósum áframhaldandi viðræður. Það ekki búið að velta steinum við, held ég. Þú veist. Nei, sko, nota bene, þá eru 3 baðstaðir í Kaldrananshreppi. Það gleymist ansi oft, sko. Að sveitarfélagið rekur þennan eina baðstað. Og ef ég mætti ráða, þá myndi ég koma honum af sveitarfélaginu. Ég veit alveg hvað við. Tölurnar, því að þú veist, það bara héðan koma tekjur og ykkur koma tekjur, en hjá ykkur koma rosalega margar tölur í útgjöldum í mörgum flokkum. Já, þú veist. Sko, það bara miklu meiri rekstur í gangi. Já. En sko, þú veist. En nú þetta að fara að snúast við og... Já, sko, þú veist. Nei, eins og ég segja, þú veist, það ekki þannig að Núna? Nei. Svona, ok. Sko, þú veist, náttúrulega við og þið, þú veist,
það er alltaf eðli mannsins að hugsa, þú veist, hvað með mína hagsmuni, þú veist, það er bara þannig og við mátum fyrst hvernig þetta passar mér, hvernig þetta passar mínu nærumhverfi og hvernig þetta passar heildinni. Það er mannlegt eðli og ég vill meina að, þú veist, að ef við ætlum að búa þetta til fyrir, við vorum búin að stikla á öllu þessu stóra. Við vorum ekki að gera ráð fyrir breytingum þegar við ræddum saman í nefndinni á hvernig sundlaugin væri rekin hér. Það bara kom ekki til tals. Nei. Þú veist, ég veit ekki hvort það sé vilji fyrir því, þú veist, ef það sé vilji fyrir því þá er það bara eitthvað sem er annað umræðefni, sko. En þú veist, eins og í okkur sýnin sem við höfum haft er að reyna að fjölga sem sagt íbúum með að skapa, þú veist, búa til lóðir í skipulagi, stuðla að einhvers konar atvinnustarfsemi með að, þú veist, að vera auglýsa okkur og stærsti vaxtarmöguleiki Kaldranahrepps er bundinn í auka ferðamennsku hingað norður gegnum okkur, þú veist, við erum einhangandi, þið komist ekki suður úr nema að fara í gegnum okkar svæði nema að fara fljúgandi. Og já, ef að Voruð að gefa mér orðið? Mér langaði bara aðeins að koma inn á þetta í sambandi við framtíðina og ég er sko algjörlega sammála því að það þurfi heilmikið að leggja á sig í sambandi við verkstjórn og það hefur náttúrulega alltaf verið sko talsvert erfitt fyrir eina manneskju að ætla að fara að reyna að stjórna hinn og þessu en sem betur fer höfum við nú verið með fólk með okkur sem hefur tekið að sér svona ýmis mál og svoleiðis. Sko að mínu viti kemur það alls ekki til greina og yrði aldrei samþykkt í sveitinni að skólanum yrði bara lokað aftur. Það er bara eitthvað sem myndi aldrei verða gert og aldrei verða samþykkt, það er bara þannig. Svo langar mig að segja hérna í sambandi við sko sundlaugina, það er nú ekki til manneskja sem er montnari af þessari sundlaug heldur en ég og ég veit það eru fleiri sama sinnis og mér finnst það ekki vera neitt ekkert vera neitt hvað maður segja, stórmál þá það væri einhverjir peningar látnir í hana eða búið til starfi í kringu það. En vel að merkja þá er þarna sundlaugin náttúrulega í eigu ungmennafélagsins og það er eitthvað sem ungmennafélagi kannski ætti að taka upp við hreppsnefnd eða væntanlega heimastjórn hvernig það yrði. En svo langar mig líka að segja ykkur að bara svona í lokin að því ég kom ekki inn á það að það var talað að við varum bæði þessi sveitarfélög fjárhagslega velstödd og með litlar skuldir en málið er það að við erum ekki með neinar skuldir í Árneshreppi. Það er rétt það sem er búið að kaupa núna kannski síðustu vikurnar og bara eftir að fara inn í heimabanka og verða greitt. Við skuldum engum neitt. Svoleiðis að það sé á hreinu. Ég man ekki eftir meiri í bili, takk fyrir. Svara, já. Og meira spurningu. Það býður Sigrúnu fyrst. Nei, hleypum við ekki. Hleypa Guðjón fyrst. Guðjón. Þið talaði í þennan. Ég er bara spurning sko, að þið nú talaðu þessa heimastjórn. Já. Ég langar bara að vita sko, er þetta fjölskipað stjórni, er þetta bara einn maður? Ég er ekki með þetta alveg að reyna sko. Nei, sko, ef ég má bregðast við, að þá er heimastjórn í rauninni dæmi sem var búið til í Múlaþingi og það er búið að búa til svona ákveðin ramma utan um heimastjórnir
og þær eru skipaðar 3 einstaklingum og þar af einum sem situr í sveitarstjórn. Þannig að þú veist, svæði kemur sér, skipar 2 og 1 kemur úr sveitarstjórn til þess að hafa beintengingu inn í sveitarstjórnina. Þannig að það þá þessi einn einstaklingur, hann svona þá kannski með mjög mikil völd gagnvart þessu sveitarfélagi sem að hans fyrir. Hann svona talsmaðurinn og ræður hvað fyrir þá inn í sveitarstjórn. Já, hann í rauninni, sveitarstjórn náttúrulega býr til sína fundagerðir og þær eru lagðar fyrir sveitarstjórn og hann fylgir eftir málum inn í sveitarstjórnum. Út af því að við þekkjum það kannski öll að það ýmis konar mál sem koma til kasta sveitarstjórna og kannski ekkert alveg öll sem þarf að taka sérstaka ákvörðun með, heldur bara verkefni sem þarf að vinna. Svo náttúrulega ekkert bundið við það að í sveitarstjórn séu bara íbúar Kaldaneshrepps. Það? Alveg tveir rannsókn og eða sem Nei, Oddvitinn gæti enda með að koma héðan. Þetta var alveg setið upp með það að kíla kvinn. Þú veist, það engin gulltrygging að ég sé vel liðin allstaðar, sko, þótt að sé vel liðin hér. Mér langar aðeins að grípa þetta sem þú varst að tala með fulltrúa sveitarstjórnar í heimastjórn. Í raun og veru heimastjórnin þá fjölskipastjórnvald sem að álykta bara saman. En þetta væri svona þá sem að fylgdi málinu eftir inn í sveitarstjórn. Og þetta kannski svolítið svipað á það að mörg sveitarfélög skipa eingöngu bæjarfulltrúa eða sveitarstjórnarfulltrúa í formannshlutverk í stjórnum og formennirnir eru þá málsvarar viðkomandi nefndar inni í sveitarstjórn. Að koma málum á framfæri frekar heldur en að hafa sérstöku völd. Bara þannig þessi. Er þú með meira? En kannski ef ég má bæta aðeins þarna við, þú veist, varðandi heimastjórnirnar að við í okkar viðræðum þá vorum við alltaf að reyna að troða öllum þeim völdum sem við sáum fram á að heimastjórn gæti sitt að hún hefði það. Til dæmis það var mikil áhersla á að fá að sjá eignastýringu hér í Árneshreppi ásamt því að fá að ákveða leiguverð. Þú veist, þetta eru atriði sem, þú veist, fullkomið að fela heimastjórnum. Að hún sé í rauninni bara, þú veist, stjórnvald á þessu svæði. Ég með 2 spurningar viðbót. Núna, svo get ég alveg þurft að spyrja mig. Önnur snýr að heimastjórnum. Hafið þið rætt við heimastjórnarmenn annars staðar á landinu og athuga hvort að þeir eru ánægðir með þetta fyrirkomulag fyrir sín svæði? Þú veist, hafið þið eitthvað skoðað hvernig þetta fyrirkomulag er að ganga upp svona í praxis og hafið þið rætt við einhverja sem eru í þessari stöðu og búin að vera í þessari stöðu? Það er spurning nummer 1. Númer 2 sem svona fyrrverandi sveitarstjórnarfulltrúi í Hafnarfirði hefur verið hugsað út í að vegagerðin og vegagerðarmál að því leyti að gæti komið upp svo staða í sameinuðu sveitarfélagi að vegagerðin segði við okkur nú er þetta orðið innarsveitarvegur, nú megið bara eiga þetta og þetta er svo kallaður skilavegur eins og við höfum verið að fá í Hafnarfirði fleiri og fleiri vegi sem að bæjarfélagið á og við höfum svo sem alveg dæmi frá eins og var ekki Patreksfjörður sem að misti strætóakstur við sameiningu og fleiri, þannig að hafið þið tekið vegagerðina og skoða hana. Gætum við mist flugvellinni, gætum við mist lent í að þetta er innarsveitarvegur og það að fara að halda út í akstri beggja vegna við og svo framvegis. Svara fyrstu spurningunni, ég hef svo sem ekkert hringt beint eða haft samband beint við fólk sem situr í heimastjórnum, en ég hef alveg hitt það á svona vettvangi sveitarfélagsstigsins og rætt við það. Ég held að spyrja fólki sem situr í þessu sé ekki rétt að fólki sem ættir að spyrja. Það er fólkið sem er annarkvort í andstöðunni eða íbúar sem finnast þeir ekki hafa völd. Út af því að fólkið sem situr þarna inni, það er mjög ánægt með þetta að hafa hlutina að segja. Þú veist, það eru bara svona mannlegi þættir, þú veist, ef þú hefur eitthvað máli að segja þá upplifir að þú skiptir máli. Við sjáum það eins og í Múlaþingi að það var hægt að keyra fiskeldi inn í fjörð í gegn vilja, þú veist, íbúanna, sko.
þú veist, það bara staðreynd. Varðandi sko vegurinn sem hingað norður náttúrulega ekki, þú veist, það ekki innan kjarnasvæðis og þegar bent á með Vesturbyggð þegar mistu samgöngur að þá þá sérstökum potti sem tilheyrir samgangna á milli sveitarfélaga. Þess vegna missa þær, nú þetta á milli sveitarfélaga. Það bara í grunninn var þannig pottur. En þú veist, þessi vegur hér bara þjónusta sem almennu vegur. Það engin sér þjónusta hér við þennan veg út af hann á milli tveggja sveitarfélaga. Það kannski meira spurningin, að það breytist ekki að það kannski skiptir ekki máli skilgreiningin í Vesturbyggð. Enda niðurstaðan fyrir samfélagið þar var að þau sameinuðust. Þau þurftu að taka svo aukinn kostnað við samgöngur að þegar Vegagerðin hætti að reka rútuferðir milli sveitarfélaga og nú þurfa þeir að fara að reka strætó innan sveitarfélaga. Það þýðir bara hærri útgjöld fyrir sameinuða sveitarfélaga. Þú veist, samgöngukerfið bara bundið í samgöngulögum sko og samgöngu, þú veist, áætlun bara þessi stýrir, þú veist, framkvæmdum. Það ekkert sveitarfélags að pota eða það ekkert í samgöngu áætlun sem verið að fjalla sérstaklega einhver sveitarfélög. Það bara framkvæmdir, þú veist, og það bara misjum hvað tilheyra. En það eru samgöngu vegir og samgöngu mannvirki, þetta alveg þess og kruss á sveitarfélög. Nei, þetta hefur aldrei verið spurt sérstaklega, þú veist, þetta bara, þú veist, þetta bara grunnkerfið að þetta tilheyrir hinu opinbera, það bara grunnur þarna á milli, þú veist. Já, en, já. Þetta við sko, vegurinn kringum Vatnsnes opnaður. Þetta hét áður Vatnsnesvegur. Sko, þú veist, það líka annað gott dæmi að Hafnarfjörður kannski ekki mjög gott dæmi, en það algjörlega sambærilegt við það að Vegagerðin skilaði til strandabyggðar veginum sem Vegagerðin þjónustuði niður í bæinn. Þetta bara sami grunnurinn og það í grunninn að þetta orðin innan bæjarkjarnamarka og það tilheyrir sveitarfélagi. Við erum með bænum. Við erum með fólk á netinu sem komast að. Þannig að ef þú getur opnað fyrir þetta og ég loka fyrir þjónumann hér, þá það Héðinn sem næstur. Og svo Eva þegar hann... Svona. Heyriði mig núna? Heyriði mig? Já. Já, ég ætlaði bara að segja að ég óttast það ekki sérstaklega að þessi vegur verður færður yfir á sveitarfélagi vegna þess að Vegagerðin ekki gera neitt, sko. Ég hugsa að við getum örugglega leyst hlutina betur þarna fyrir norðan bara með stunguskóplu og spaða en þeir að gera fyrir okkur og hafa verið að gera þetta fyrir 20-30 ára. En ég ætlaði bara að segja að í því samhengi hlýtur þegar og ef sveitarfélag verður sameinað að vera eina lykillausnum að sameiginlegu sveitarfélagi að bæta samgöngur og annars engin grundvöllur fyrir þessu eins og staðan núna eins og sem komið inn á aðeins og og það að vera að bíða stöðugt eftir einhverjum einkaframkvæmdum í Ófeigsfirði og eitthvað, mér finnst þetta að vera hrein móðgun við þetta samfélag þarna og bæði þá sem að búa þarna og reka fyrirtæki að setja það alltaf saman og hinnir háu herrar virðast aldrei sjá rauninni þörfin í því að bæta samgöngur á ströndum nema að hafa þá Hvalárvirkjun í Bókahátninu sem hugsanlega gulrót. Þetta ekki á vegum einkaaðila að styrkja og betur bæta vegi þarna norður. Heldur hlýtur það að vera á framfæri ríkisins allavega eins og staðan núna. En eins og ég segi, ég hugsa að við getum örugglega gert þetta betur heldur en ríkið ef þetta fær í fangið á okkur. Meira ætla ég ekki að segja. Má ég þá aðeins? Mér langar bara, heyrið í mér? Mér langar bara aðeins í sambandi við Vegagerðina og vegamál. Sko, við erum náttúrulega komin í þá stöðu að það þó mokað til okkar 2 í viku og ég hef enga trú á því að
því verði breytt eitthvað, en þú veist, maður getur aldrei sagt aldrei, en það bara miklu frekar að það myndi verða hægt að gera eitthvað í vegamálunum ef við myndum sameinast, held ég, af því að það nú, einu sinni var það nú bara gulrótin fyrir sameiningar sveitarfélaga að það yrðu lagaðar samgöngur á milli staða og það veitir nú ekkert af á Ströndum að laga samgöngur á milli staða, þannig ég tel nú alveg að það séu líkur á því að það myndi verða gert, sérstaklega í ljósi þess að við myndum sameinast. Það var ekki fleiri bili. Geturðu slökkt á þessu? Skipt á milli vandalega áður ekki. Þetta alveg ferlegt. Hvernig svona nú ætti að heyrast. Nei, hvernig lækkar í þessu? Ok, þá erum við komin í Eva, það spurt úr sal á hverju byggir sú ályktun að það verði Sigrún, getur þú ekki endur tekið spurninguna þína? Nei, hún spurði bara á hverju byggjið það? Á hverju byggjum við það að þetta væri meiri líkur að það gerist ef við erum saman. Í vegamál. Já, Ingólfur vildi bæta við. Ok, Ingólfur. Hann er með. Já, hann er með. Já. Sko, nú hefur alltaf verið talað þannig þegar við erum talað samgöngumál. Það ætti að vera forsenda samgöngum fyrir sameiningum. En ekki svona eins og Eva kemur inn á fyrsta sameinast og svo kemur hitt og eftir. Alltaf hefur þetta komið fram hérna í öllum íbúafundum og þetta hefur alltaf verið efst á blaði. Og já, þetta hefur bara verið að forsenda og þess vegna spyr ég, var eitthvað rætt við samgönguyfirvöld í þessu áður en að fara í þetta eða meðan þess ferli vörð? Heyrðu, ég skal taka hana bolta. Við sem sagt funduðum, samstarfsnefndin fundaði með Eyjólfi ráðherra samgöngumál, sérstaklega. Og það var reyndar fleiri mál sem við lögðum fyrir hann. Stutta svarið var að við gætum fengið einhverja samgöngubætur en það væri ekki hægt að lofa neinu út að hann væri búin að leggja fram samgönguáætlun. Já. En þú veist, við fórum á þennan fund, við nefndin létum gera svona, þú veist, þar sem við vorum svona sérstaka framkvæmdir, plús náttúrulega Veiðileysuhálsinn og Naustvíkurskörðinn og fleiri hugmyndir. Stóru framkvæmdirnar var bara sagt að þetta yrði að fara inn í samgönguáætlun og hann myndi leggja hana fram og síðan tæki hún bara breytingum og hann myndi hugsa til okkar. Stuttasvarið þú veist, þetta það sama, þú veist, þetta bara bundið í samgönguáætlun og ríkið ræði því. Það hefur stundum verið sagt að þetta sé grundvöllur sameininga. Bolvíkingar lofuðust að sameinast Ísafjarðarbæ ef við fengu göngin og sagði nei takk. Þannig að þú veist, lofar í ganga á báða bóa, sko. Þannig að, og sveitarfélögin, nei, ríkið sem sagt hefur oft svikið í samgönguloforðum, það er bara staðreynd. En kannski erfitt að segja svik þegar samgönguáætlun, þú veist, er tekin stanslaust til endurskoðunar með nýju fólki í ríkisstjórnum oft og reglulega. En já, það var svona til þess að segja aðeins frá öðrum þáttum sem við tókum fyrir að það var leitað heimildar hjá honum eða aðstoðar við að búa til sjálfseignarfélög sem gætu tekið við eignum úr sveitarfélögum til þess að þau væru, þá yrði stofnsamþykktunum að aðeins þeir sem væru í lögheimili ákveðnum blettum eða þú veist, væru notendur eða svoleiðis gætu fengið og stutta svari var þar að það yrði erfitt nema kæmi afgjald fyrir og það var rætt til dæmis meðal annars félagsheimili hér er hægt að setja þetta í sérfélag og þá er það rosalega erfitt nema að það sé fjárhagslega sjálfbært en bara, þetta var svona stuttasvarið. Mín til ykkar var varðandi þetta því að
ég veit að ég hef heilt tala þetta í mörg ár og ég veit að þú varst mikið að pæla í þessu og þetta hefur aðeins verið rætt hér en þú komst til inn á það áðan og ég hjó eftir því að þú, eins og þið var að meira spá ég að reyna að gera þetta í nýju sveitarfélagi eftir sameiningu en hafið þið lent á veggjum með mig í þessu að gengur þetta ekki upp að tryggja það að samfélagslega mikilvægar eigur að þeim sé komið í örugt skjól gagnvart einhverju risa framtíðarsameiningu eftir 10 ár eða 5 ár eða 20 ár eða eitthvað. Gengur það bara ekki upp? Svarið bæði já og nei, það gengur alveg upp að búa til sjálfseignarfélag. Vandamálið sem bundið við sveitarstjórnarlögin að sveitarfélag óheimilt að ráðstafa eignunum með eðlilegt afgjald komi fyrir. Það þarf að vera selt á markaðsverði til... Já, þú veist, það í grunninn og þá spurningin hvað eðlilegt markaðsverð á svæðinu. Hins vegar það vel þekkt að félagsheimili hægt að stofna sérfélögum og fá meira að segja pening með. Og við sjáum það núna seinast þegar Ísafjarðarbær gaf, þú veist, lét hollvina félagsheimilis Hnífsdal. Og þú veist, þar voru rökin fyrir svoleiðis. En þegar við vorum að ræða þetta, þá vorum við að ræða 2 félög í Kaldrananshreppi, annars vegar fyrir hitaveituna, sem yrði bundið við notenda hitaveitunar, að þeir væru eigendur félagsins. Og þannig að það væri ekki hægt að finna út hlutin með að þú flytur og myndir til eiga eigna hluti einhverju hitaveitu. Þetta bara notendatengt. En síðan ræddum við líka útgerðarhlutann og fiskvinnsluna hjá okkur sem eru gríðarlega hagsmunir. Og síðan hér var rætt sérstaklega fasteignir eins og eru í Norðurfirði. Þú veist, hvernig var hægt að koma þeim í rekstrarfélag sem gæti þá bara verið, þú veist, notenda eða eigenda stýrt hér á svæðinu. Við erum ekki búin að leysa þetta. Við í Kaldrananshreppi erum búin að skoða fyrir þessa 2 hluti hjá okkur í langan tíma hvernig við getum framkvæmt þetta. Og við erum ekki komin á þann stað að geta svarað því, en það þýðir samt ekki það að við séum hægt að skoða það. Má ég þá koma með áframhaldandi spurningu á þessu? Ekki eðlilegt samt að þetta sé klárað fyrir þá kosningu þessa sameiningu? Eða erum við þá bara að láta þetta í hendur nýrrar sveitarstjórnar í nýju sameinuðu sveitarfélagi að taka þá framtíðar ákvarðanir þessar mikilvægu eignir samfélagsins hér? Það eðlismunur á þessum hlutum en eignirnar hér bundið við að þær fari ekki neitt. Þær eru bara hér, byggðar upp hér og verða hér. Vandamálið eins og við horfum á þetta í Kaldrananshreppi að eignarhlutin okkar útgerðarfélagi sem á þó nokkrum kvóta svo gríðarlega auðseljanlegur og svo réttlætanlegt að hann sé seldur fyrir 100 milljóna til þess að greiða niður skuldir í sameiginlegu sveitarfélagi. Staðan sú að í þessari ef af þessari samningu verður að þá ríkir það mikið traust okkar megin að við séum tilbúin að halda áfram bara með þetta eftir sameiningu. Út af því að þú veist, það skilningur okkar að þið viljið koma ykkar eignum í að það séu tryggðar við ykkar íbúa og við höfum þá trú að þið hugsið eins til okkar þessa sérstæku hagsmuni. Það var aðrar eignir Norðurfirði. Þó þessi stofnaði einhver sjálfseignarfélag hérna þetta, þá hljóta að sjá allir að það kom engar tekjur inn á það. Þá hlýtur þá að þurfa að koma frá tekjur frá hinu sameiginlega sveitarfélagi til þess að geta rekið þetta sameiginlega ef á að stofna einhver hlutafélag eða eitthvað þessar eignir. Já, það nefnilega málið að það rosalega auðvelt að búa til fasteignafélög og sveitarfélög geta alveg sett eignir inn í fasteignafélög. En Akkilleshællinn hér náttúrulega að það ekki fjárhagslega burðugt félag til þess að sinna viðhaldi og rekstri fasteignanna til lengri tíma. Annars væri þetta búið,
Já, þú veist, það einmitt hræðslan ef við það var daginn verið að sýna kostnaðinn við orkukyndingu einbýlishúsa á öllu landinu og þetta var inn á BB og þar kom út að heildarkostnaðurinn var lægstur á Drangsnesi. En það sem sást ekki í þeirri frétt að hitaveitan ótrúlega lág, en rafmagnið á Drangsnesi á sama taxta og hér, dreifbýlistaxta, og þetta það sem við erum búin að berjast við, að þéttbýlið Drangsnes ansi oft þegar það eru kvaðir, að þá eru þéttbýli, en þegar það eitthvað sem við fáum á móti, að þá eru ekki þéttbýli. Þú veist, við erum ekki þéttbýli í skilningi orkustaða. Þess vegna erum við að dreifbýlistaxta. Sko það sem Ingólfur var að segja nefnilega var að það væri þú sagði, það væri búið annars, það væri rekstrargrundvöllur fyrir þeim eigum í sér félagi. En það náttúrulega grundvöllur hræðslu kannski íbúa þá hér, að af hverju ætti nýtt sveitarfélagi að taka ákvarðanir að fara að losa sig við þessar eignir, því að það bara hrein og klár. Sko það einhver sem rekstur á sem bara félagsheimili í Tryggvík, svo ég bara nefni það. Sko, það engin grundvöllur, það engin sýn okkar hefur verið nokkuð tíman að losa eignir. Þú veist, að selja eignir til þess að rétta. Það grunnþjónusta margra sveitarfélaga að reka félagsheimili. Ég vil þó benda á það að í Kaldrananshreppi rekur sveitarfélag ekkert félagsheimili. Það samkomuhús þar sem félagastofnun og sveitarfélag leigir þar bara aðstöðu. Já, þú veist, þetta náttúrulega söguleg dæmi þar sem að félagsheimili var byggt að íbúum á Drangsnesi á meðan að ríkið og sveitarfélag byggðu upp gríðarlegar skólabyggingar í Bjarnarfirði. Og svona breytast tímarnir. Þú veist, það gat enginn hugsað sér að félagsheimilið og íþróttasalurinn og skólinn í Bjarnarfirði yrði lokað. Ég var síðasti nemandinn þar. En þú veist, óhjákvæmilega breytast forsendur. Skólinn var færður af ríkinu yfir á sveitarfélög og þá var 140 manna samfélag komið 2 skóla með vel innan við 20 krakka. Delfín. Við gerðum kannski Arnbjörn vildu kannski segja þetta samning sem við erum búin að skrifa til að vernda að það sé alltaf hægt að leigja ókeypis í Norðurfirði. Það til að vernda, þú veist. Já. Það samning við Árneseppur að Árneseppur skaffi verslunni, húsnæði og íbúð. Það bara styrkur samfélagsins til verslunar í Árneshreppi sem mjög mikið. Til þess að bæta aðeins þarna við, sveitarfélagi Kaldrananshrepur á húsnæðið sem verslunarfélag Drangsnes í, sveitarfélagið þar borgar fasteignagjöld og rafmagn og hitaveitu, alveg eins og sambærilegt hér. Þannig að við erum í sama varnarpakka að reyna að halda verslunum í okkar heimabyggð. Þannig að þú veist, það svolítið tvískinningsháttur alltaf að gera þetta á öðru staðnum þegar við erum að gera þetta nákvæmlega eins. Við erum bara bæði í þessari varnarbaráttu. Þetta bara mjög gott að það komi. Það hefur ekki komið fram hér. Nei, þú veist, það alveg örugglega fullt af svona hlutum, en þú veist, þetta svona, þú veist, við getum talað endalaust þetta, en ef við ætlum að tala stjórnsýsluna, að þá það ekki stórt verkefni að tala í sjálfu sér. Þú veist, við erum með skrifstofustjóra í Kaldrananshreppi sem í fullu starfi, sinnir bókhaldinu og sinnir þeim störfum sem henni falið. Og það meðal annars, þú veist, þess vegna ég í litlu hlutfalli, það bara út af því að við erum með mannesku sem sinnir þessu. Ég skil það, ég með spurningu hérna, en ég skil það, sko, eins og þú segir, að þú veist, það gekk hratt fyrir sig að því að þetta eru mjög lík sveitarfélög og það kannski ekki mikil yfirbygging, mikið af árekstum í stjórnsýslunni sem þarf að ræða. En þú veist, það sem ég hef allavega persónulega pínu áhyggjur af bara
búið að velta upp öllum þessum steinum. Kannski ég að endurtaka mig, ég veit það ekki, sko. En þú veist, eins og varðandi samgöngumálin og möguleg áhrif af sameiningu á aðkomu ríkisins af verkefnum þetta. Og við vorum að tala veginn áðan, ég ætlaði að fara að botna það þá eiginlega opnaði þú á hérna spurningunum mínu sem var félagaformi og eignirnar, en ég verð samt að segja því að við tölum svolítið veginn áðan út frá sko framkvæmdum, en við megum ekki gleyma að þú veist, það eru tvær hliðar á samgöngumálum. Það uppbyggingin og það þjónustan, sko. Og við höfum bara, held ég, bara fólk sem ég hef talað við hér, hefur alveg áhyggjur af því að eftir mögulega þessa sameiningu mun, sko, hvað mun gerast með aðkomu ríkisins að til dæmis að flugvölli sem skapar störfin í þessu samfélagi og þjónustuna við veginn að vetrarlagi sem ennþá föst í einhverjum tilraunafasa. Og þá spyr ég, hefur öllum þessum steinum, og það kannski svona, ef ég ætti að vera bara með eina spurningu svo við getum ekki verið á 2-3 tíma fundi í þetta, þá spyr ég bara, hefur öllum steinum verið velt upp á þessum stutta tíma sem þessar viðræður hafa verið í gangi og var ráðherrann virkilega til dæmis áhugasamur samtal við ykkur? Hvað stoppaði hann til dæmis lengi á fundinu með ykkur? Ég man það ekki, þetta var örugglega þetta var nú örugglega innan við klukkutími, en ekki lengur allavega klukkutími, man rétt. En sko þegar við tölum sameiningar, við báðum á þessu fundi að þetta yrði bara sett inn, að þetta væri ekki tilraunaverkefni. Og ef ég tala bara mína persónulega hagsmuni, það eru mínir persónulega hagsmunir að það sé opnað 2 í viku norður í Árneshrepp, sem þýðir það að það eru opnað 4 sinnum í viku í Bjarnarfjörð. En þetta eilíða barátta. Það eru kannski 4 ár síðan að Vegagerðin ætlaði að fara að skoða það að fækka moksturstöðum á Drangsnes. Þú veist, við erum ekkert hólpin og þegar við segjum, heyrðu, fólk keyrir mörgum sinnum í viku, jafnvel mörgum sinnum á dag á milli Hólmavíkur og Drangsnes. En þú veist, við förum mun sjaldan til Reykjavíkur, okkur þurfum að leggja áherslu á að keyra alltaf til Reykjavíkur. Þú veist, þetta alltaf svona. Ég fór á miðvikudaginn seinasta til Súðavíkur og skoða leikskólan og grunnskólan þar, ásamt skólastjóra og formanni fræðslunefndar hjá mér. Og ég keyrði á eftir moksturstækinu yfir alla Steingrímsfjarðarheiðina, hún var bara rennifær á Jaris og síðan keyri áfram djúpið og þá tekur við þessi hryllingur, það voru svona jakastykki og rauðningar og ég mætti ekki moksturstækinu fyrr en ég var að koma að Súðavík, þá voru þeir að leggast að þeim megin. Það ekki hægt að þú veist, ég keyri yfirleitt, eða ekki yfirleitt, oft á undan moksturstækinu með krakkana í grunnskólanum Drangsnes. Þetta bara veruleiki sem við búum við og þetta eilíða bardagi og það enginn sem hólpinn í þessu. Reykjavíkurborg alltaf að berjast fyrir því að Vegagerðin sinni stofnbrautum sem í hennar umsjá, þú veist, innan höfuðborgarsvæðisins. Það allir bara að gæta sinna hagsmuna. Meiri hagsmunagæsla fólgin í sameiningu? Ef hagsmunir fara saman klárlega, og ég tel það í þessu tilefni að þá eru gríðarlega hagsmunir sameiginlegir, þú veist, út af því að við sjáum umferðina, ég sé umferðina sem endalaust norður. Það ekkert nýtt að sjá 20 bíla að vetrarlagi fara norður þegar það fært. Þetta bara staðreynd. Og þegar ég spurði hvað margir fyrir norðan, það svona 20-30 á veturna og svona 300-500 á sumrin. Þú veist, þetta bara staðreynd. Þú veist, Árneshreppur risastór á sumrin og hann þarf miklu meiri þjónustu heldur en sagt í einhver íbúatölu á kjörskrá. Þið þekkið það. Þú veist, við sáum þarna áðan með sorpgjöldin. Þú veist, við erum náttúrulega bara með birta í þinglista gjaldskrá fyrir sorpið, þannig að það hefði átt að vera þar fyrirtækja, en það kannski út af því svo margir ólíkir gjaldþættir í fyrirtækjum að lenda ekki inni. En þú veist, sorp, við vitum það sem við höfum verið á sveitarstjórnarstiginu núna undanfarin ár, að Sorpsalanlag Strandasýslu hefur verið
stjórnlaust apparat eftir að þeir fengu 2 stjórnarmenn inn. Það var áður að hver sveitarfélag var með 1 mann og ég reiknaði til að það hækki það bil 10 milljónir á hverju ári. Og þeir eru ekki hættir, sko, þú veist, og það bara staðreynd að ég hef verið á aðalfundum og stjórnarfundum þar sem við 3 kjörnir aðilar eru að funda með 4 starfsmenn Sórsálalagsins og ég er að rífast við þá. Og það er mín persónulega skoðun að eftir alla þessar breytingar á þessu Sórsálagi, þjónustan hefur ekki breyst neitt. Það er ennþá verið að taka almennt plast og pappír. Að þurfa að rífast við starfsmenn að þetta sé allt önnur þjónustu út af það er allt önnur ílátt. Þetta er náttúrulega galið, sko. En Árneshrepur borgar á bilinu 9-10 milljónir í sorpbruggun á ári. Það ekki þetta eitthvað. Svakalegir peningar. Og því miður og þá er þetta bara veruleiki sem sveitarfélög allt land er að verða svolítið að reka sig á núna að þessi kostnaður er svolítið að bólna ansi hratt. Aðeins að skjóta inn, ég hef komið að mörgum sveitarfélaga, sameiningu sveitarfélaga og ég hef aldrei séð vegaskilgreiningu eða þjónustu breytast beint í kjölfarið. Þetta með þessi rútuferðir á milli byggðakjarna, þetta er mjög nýtt og að sjá svona bein áhrif. Það hafa stundum verið áhyggjur af þjónustu ríkisins innan sveitarfélaga þegar sveitarfélög sameinast, en sko ef að ríkið vill minnka við eitthvað þjónustu hér, þá getur það gert það óháð sameiningu og það er kannski meira svona þjónustukjarnar og svona sem virðast spila inn í þar. Í Ólafsfirði til dæmis eftir að göngin opnuðu færðist sýslumannsskrifstofa til Siglufjarðar eða var lögð niður í Ólafsfirði og þau hefðu sjálft gert það er kannski meira göngin sem gera það heldur en hitt. Þannig að ríkið getur sjálfsög breytt allri þjónustu hér eins og það vill óháð sveitarfélagamörkum. Já. Já, Ég sé mér svo athyglisvert að hlusta á umræðunni hérna, sko. Af því að þetta er svona eins og þetta sé fyrir 20 árum síðan, sko. Það er meira. Af því að, sko, nýfrjálshyggjan er allstaðan tekin yfir. Allt sveitarfélög hafa selt alla útgerð, allar hitaveitur, allstaðar á landinu. Þannig að þetta er svo athyglisvert að hlusta á þetta hér. Hér eru menn að segja, sko, íbúarnir eiga þessa innviði og við viljum halda þessu fyrir íbúarnir. Ég er bara athyglisvert og gott að hlusta á þetta því að ég er ekki maður á nýfrjálshyggju línu. Góður boðberi fyrir framtíðina. Við verðum að hætta fundinum, þetta er svo góð lokaár. Eru fleiri spurningar? Já, þá þurfum við að náðast í hérna. Má ég tala? Mér langar að þakka Guðjóni fyrir þessi orð. Þetta er eitthvað sem að ég held að sko sitji innst í brjósti okkar allra að það er að við missum ekki tangarhald á þeim fyrirtækjum, stofnunum og húsnæði og öðru sem að sveitarfélögin eiga. Þetta er byggt upp af fyrri kynslóðum af vissu leyti og mér finnst það vera eitt af því mikilvægasta í þessum málum öllum að það sé eining það að þessar eignir verði áfram í eigu og umsjón íbúanna sjálfra. Já. En eitthvað annað?
Heyriði í mér eða? Já. Eru þeir einhverja fleiri spurningar frá ykkur á netinu? Þú veist, við erum mannleg, ég get hafa gleymt einhverju mikilvægu, sko, og ég bara, þú veist, ég er í rauninni bara að standa hér og reyna að segja frá eins og stöðunni sem hún er og hvað var rætt. Þorgerður Lilja. Já, komið sæl. Eitt bara sem hérna ég er ekki alveg örugg með eða viss með, hérna, þú veist, er rauninni tryggt að einhver úr Árneshreppi muni sitja í sveitarstjórn? Geta ekki lent þannig að það verið 5 úr Kaldárneshreppi? Í sjálfu sér er ekkert sem tryggir það á hvort bóin, en sko miðað við, ef þið leggja fram lista, þá hefur ekki verið lagður fram listi síðan 1980 eitthvað í Kaldárneshreppi og enginn nennir að stofna lista, þannig að þá sjáu þið bara þetta. En nei, það er ekkert sem er hægt að binda hendur í kosningum. En þið hafið töluvert vægi, 60 manns, það er eitthvað svipað sem hefur verið kjörsóknin hjá okkur, verið svona á bilinu 60 til 70 manns í almennum kosningum. Já, segir sér sjálft samt af því að við erum færri. Já, heyriði mig núna. Af því að Árneshreppur er færri og alveg 60, var þetta ekki 60 á móti 120 eða hvað það var, þá náttúrulega þyrfti að, þú veist, ef við myndum ætla fyrir utan að gera lista, þá þyrfti að sammælast að kjósa eitthvað ákveðin og treysta að þið kjósi randomly, þannig að þá er þetta svolítið svona, já, mér finnst það svolítið veikleika, merkja á þessu, stæðan fyrir að maður getur verið eða skilur, það væri einhvern veginn svona trygging að við ættum rödd, ekki bara heimastjórnarrödd, þegar það er bara rödd sem er bara í sínu eigin tómi eins og venjulega. Þetta er náttúrulega bara áskorun sem sveitarstjórnarstigið býr við. Við sjáum risastór sveitarfélög, Múlaþing, Ísafjarðarbær, Borgarbyggð, þú veist, þetta er náttúrulega allt þannig upp að stærstu kjarnarnir geta náttúrulega ráðið öllu. Það er bara staðreynd. Hér er sveitarfélögin mjög lík, við erum með mjög líka starfsemi. Það er engin hagur að draga úr starfsemi hér út af að hún mun ekkert aukast á hinum staðnum fyrir vikið. Það er bara staðreynd að hér er bara sjálfstæð starfsemi og þá er þetta spurning þjónustu sem sveitarfélagið sinni. Getum við sinnt henni betur saman? Þú veist, það er Já, ok. Þú stendur þetta mjög vel. Já, ég sko, þú veist, ég ætla ekkert að ljúga neinu, þú veist, að það er ekkert víst að ég verði hér á morgun, þú veist, ég var að keyra niður, konan var að keyra niður Bjarnarfjarðarhálsinn í gær og ég greip óþægilega mikið í alla einréttingar þegar hann byrjaði aðeins að skauta á niður Bjarnarfjarðarhálsinn, sko, þannig að ég bara hugsa, jæja. En þú veist, þetta er bara staðreyndir, þú veist, við erum meira en einhver einstaklingur, við erum samfélag. Guðjón talar hér að hann fagni að hér sé ekki nýfrjálshyggjan að fara að setja allt á brunaútsölu. Það er ekkert sem útilokað að hvort sem sameinuð eða ekki sameinuð að það gerist, þú veist, í nýjum kosningum. Þú veist, við erum bara mannsauður sem við erum og við höfum öll okkar kosti og öll okkar galla. Og þú veist, og mér þykir rosalega vænt bæði samfélögin, þú veist, mér finnst frábært að koma þér á sumrin og mér finnst frábært að vera í Bjarnarfirði og mér finnst alltaf lægi að vera Drafstisi. Ég hef oft hugsað mér það þegar að Finnur
komið með allt og há kollvik og ég segi stundum að lífslíkur mínar minnki 1 ár fyrir hvert ár sem ég sitt sem oddviti, að þá hugsaði ég oft hvernig væri að fara í kofa minn í Norðurfirði og segja engum frá því að ég væri þar og slökkva á farsímanum. En þú veist, við erum alltaf endalaust í þessu, þú veist, við sjáum það að í Kaldrananeshreppi, og ég ímynda mér að það sé eins hér í Árneshreppi, það er ekki til jörð eða lóð sem ekki einhver sækist í. Það er skortur á þessu. Við sjáum það að það hefur komin drangamaður á Ásmundanes sem ætlar að setja upp gjaldskyldu og komast áfram. Enda er hann svo einstaklingshyggju. Nei. En við fögnum náttúrulega öllum nýjum afkomum og ég segi alltaf, þetta er frábært. Núna get ég treyst á að íbúafjöldin fari svona rosalega hratt upp þegar ég komið með ungan drangamann. Lágmarki 6-7 börn, sko. Við komum henda loft á netinu. Gjörðu svo vel, Eva? Já, mér langar bara í sambandi við þetta, Þorgerður, sem þú varst að tala um, að segja hvað mér finnst þetta. Ég er þeirra, sko, nú förum við í það að kjósa íbúakosningu varðandi það hvort við viljum halda þessu áfram eða ekki. Og ef það verður, þá myndi ég halda að Árneshreppur myndi sameinast einhverja ákveðna aðila sem eru kjörgengir hjá okkur og við myndum bara ákveða það hvernig við myndum kjósa til þess að koma inn fulltrúum inn í sameiginlega hreppsnefnd. Svoleiðis að ég held ekki að þetta sé neitt vandamál. Ég trúi því alveg að íbúar Árneshrepps geti sameinast eitthvað slíkt og ég bara, það vona ég allavega og ég ætlaði nú ekki að segja meira þetta, en mér langar líka samt að það var eitthvað. Hvað eru margir í salnum hjá ykkur? Mér langar að vita það áður en við hættum. 18. 18, já. Það hljómar flott. Takk fyrir. Langar kannski að benda á sko, að það hefur persónukjör í Kaldrananeshreppi ansi lengi frá því að seinustu lista sem voru lögðu fram, þar sem Bjarnfirðingar lögðu fram lista og Drangsnesingar lögðu fram lista. Staðreyndin er sú að þeir sem hafa lýst yfir áhuga á að sitja í sveitarstjórn hafa endað inn í sveitarstjórnum út að allir hinir eru svo rosalega fegnir að sleppa. Og það er ekki þannig að við eigum eitthvað gríðarlega auðvelt með að fylla sveitarstjórnirnar hjá okkur. Og staðreyndin er sú að í vetur höfum við ansi oft þurft að vera að keyra á síðasta varamanninum okkar. Þannig að, þú veist, það að búa til lista, bara öllum er frjálst að gefa kost að sér að búa til lista og ég bara fagna því, sko. En reynsla mín hefur verið sú að ef að fólk kemur sér á framfæri og segist vera tilbúið og hvað stendur fyrir, að þá er nóga stuðningi í báðum sveitarfélögum til þess að sækja fram, sko. En þetta er náttúrulega bara vald ykkar sem kjósanda og kjörgengna aðila, hver má bjóða sig fram, hver má búa til lista og þetta er bara allt opið. Annars held ég að sumir stjórnmálaflokkar væri ekki til, sko. Þetta er nefnilega mjög áhugaverðar umræður hérna. Þú finnum á degi að þú stendur bara ótrúlega vel í að sitja hérna fyrir svörum, af því ekki bjóst maður við því að þetta er einhvern veginn svona fundur að það væri við að spjalla við Finn. Það er svona eins og Gísli Marteinn á laugardagskvöldi eða eitthvað, það er bara
Ég veit ekki alveg hvað í gangi hérna, en þetta mjög áhugavert. Þetta mætti halda að þú værir í framboði, sko, og við varum að reyna að grilla þig hérna. En ég held að, sem við heyrist að rosalega margir sem eru hér og þar og líka bara út allt og eru að tala þetta, að ég held að við vitum öll að einhvers slags sameining í einhverju framtíð framtíð. Þú veist, það bara margumtalaður vilji ríkisvaldsins að fækka sveitarfélögum. Við bara spurjum okkur þetta, maður veltir bara, ég allavega spyr mig að því og Sigrún líka með spurningaflóði frá henni, að þá við spurjum okkur bara, erum við búin að velta upp öllum þessum steinum og þar á leiðandi kannski spyr maður sig bara, ekki bara eðlilegast að við förum okkur aðeins hægar. Við vitum það að það verður einhver sameining í einhverju framtíð, hvort sem að við veljum okkur að halda þessu áfram með eitthvað þessu. Ekki bara miklu betur að hlusta eins á þá Þorgeiri Katrínu, hvað sem okkur finnst hana, og bara ekki að breyta þessari kosningu bara í það að við kjósum áframhaldandi viðræður þar sem við veltum við öllum þessum steinum og tökum þessu rólega. Það þarf ekki þennan asakrakkar. Nei, sko, það núna búið að opna á þennan lögformlega feril og hann mun enda með þessari kosningu. Það ekkert aftur snúið frá því að var ákveðið að hefja formlegar viðræður. Kjördeginum og því verður ekki breytt, því miður. Þannig að þú veist, það verður kosið frá 14. til 28. Ef að þessi nei, þá bara heldur þessi, þú veist, einhvers konar vinna í sitthvoru lagi eða í viðræðum með hvernig það segir áfram. Ef að sé sagt já, að þá kosin nefnd, nei, þá ekki kosin nefnd, þá samstarfsnefnd vinnur að sameiningu. Hver skipa það? Það það ekki núverandi? Það eru sveitarstjórnirnar sem skipa þá nefnd alveg eins og með undirbúningsstjórnina. Og það hefur þá hlutverki að, þú veist, vinna fram að kjördegi, þú veist, til sveitarstjórnarkosninga og þá getum við náttúrulega búið til ferla eins og heimastjórnin og annað. Ég ætla að klára, sko, þú veist, ég núna búin að vera búið með 12 ár sem oddviti. Ég held að ég sjái ekki 2 kjörtímabil þar sem sveitarfélög undir 250 vera til. Það mín persónulega skoðun, bara af þeim þunga sem ég finn úr kerfinu. Út af því að það varla sá flokkur sem á þingi sem hefur ekki verið að leggja fram þessa sameiningarkvöð, alveg hvort það hægri eða vinstri vænginn, sko. Það virðist í rauninni eingöngu vera þeir sem á móti á hverjum tíma sem stjórnarandstöðu. Kostirnir þeir við að sameinast núna að þeir voru náttúrulega töluvert meiri þegar að það var lágmarksíbúa fjölda takmarkið. Það kom mér alveg gríðarlega óvart að lesa þetta í vikunni, sko. Ég skal alveg viðurkenna í seinustu viku, út af því að ráðherra var búinn að segja að ef að sveitarfélag væri sameinað, þá það ekki sameinað við annað sveitarfélag á meðan það væri að ganga frá sínum málum. Og ég leit á það að fjármunir sem tryggja sameiningu 2 sveitarfélaga til 7 ára sé sá tími sem það hafði. En hann sagði það ekki beint, sko, þú veist, en ráðherra búinn að boða aðra breytingu sem fór ekki hátt, en hann breytti því þannig að fjárlögin sem sveitarfélög fá við sameiningu áttu sem sagt ekki að fylgja ef það sameinast aftur, en núna munu fylgja aftur. Sem þýðir það að áður fyrir var svona ákveðin buffer ef að 2 lítil sveitarfélög sameinast, þá fengju einhvern pening, en það myndi ekki fylgja ef það sameinast síðan við eitt stórt. Núna búið að opna þá grefju, sem þýðir það að stór sveitarfélög vilja samt ennþá sameinast sveitarfélögum sem voru í sameiningu út af því að fylgir samt fjárframlag með. Þannig að þú veist, það verið að búa til þessa endalausa hvata í kerfinu sem annarkvort til þess að styðja við sameiningar eða hinn hvatinn sem þessi neikvæði hvati sem að svelta okkur til sameiningar. Og þeir eru báðir í gangi á fullu. Ingólfur.
Já, nú heyri ég að það gríðarlega þungi hjá þér sameinast, Finnur. Og það fer ekki millimála. Þetta svona, haldið þið fá einhver skjól frá frekari sameiningu eftir að búið að sameinast Árneshreppur? Það svona, haldið þið það? Eftir mitt samtal við hið opinbera, bæði Jöfnunarsjóð, þingmenn og ráðherra, þá tel ég það vera, þið verið að átta ykkur á því að á okkar svæði sveitarfélag sem sprengir alla lögbundna skala í skuldsetningu og ætti að vera búið að sameina við annars sveitarfélag miðað við það sem hefur gerst áður á íslensku sveitarstjórnarstigi. En það sem ekkert nægilega stór sveitarfélag getur tekið við þessu sveitarfélagi sem svona skuldsett. Samkvæmt seinasta ársreikningi var skuldsetningin 180%. Lög gera ráð fyrir 150 hámarki. Og þegar að Eva segir að segja engar skuldir, sveitarfélög geta skuldað þótt að eigi fyrir því. Það ekkert leyndarmál að Kaldranansreppur sótt lán núna til Lánasjóðs sveitarfélaga til þess að tryggja pening. Annars vegar við erum búin að byggja núna 2 íbúðarhús og við fáum lánið á forsendum að við erum að byggja félagslegt húsnæði og síðan ræðum við bríett mögulega kaup á þessum húsum. En við höfum á seinustu 2 kjörtímabilum á undan þessu reist 2 parhús og í fyrra reistum við 2 smáhýsi eða 69 fermetra hús hvort fyrir sig og við höfum verið svona drifkrafturinn í því að byggja og selja og það tókst hjá okkur sem við byggðum seinna parhúsið og seldum það með hagnaði miðað við byggingakostnað. En fjárhagur okkar, 250 milljónir, ef við tökum, það sagt að vel ekki sveitarfélög sem fræðslukostnaðin undir 40%. Gott og vel, þegar að nemendafjöldin hjá okkur sem 11, miðað við 100, þetta rosalega stórt og dýr rekstrarkostnaður. Hann alveg stór og dýr hér í Árneshreppi. Það ekki þessi stóra hagræðing í að vera með risastórt apparat. Við vitum að þetta verður dýrt og þetta verður alltaf dýrt ef við ætlum að reka þetta sem smá einingar og það viljum við. Þið verður átta ykkur á því því ég var í grunnskólanum á Hólmavík í seinni hluta grunnskólans voru yfir 100 nemendur þar. Þeir eru komnir í hvað? 49 núna. Og þeir voru í byrjun skólans voru þeir 46. Þannig að þetta eru endalausar breytingar. Það rosalega skrítið að standa hér uppi. Ég var búinn að ákveða áður en kom hingað að ég ætlaði ekki að tala með sameiningum eða á móti sameiningum. Ég var að reyna að vera einhver hlutlaus póll en síðan stend ég uppi hér og að svara fyrir, af hverju ég sé þetta fyrir mér geta virkað saman. Bara svo ég segi það hér, út af því að á seinasta íbúafundi sem var hér að þá var rætt áhyggjur og svona ógnir og styrkleikar og allt þessi gamla góða sótgreiningin. Síðan var farið á Drangsnes og einn af stóru þáttunum þar var hræðsla við sundrung. Það væri við og þið, út af því að það hefur verið rosalega lítið það í okkar samfélagi. Við erum bara að gera þetta núna, við erum að byggja hús, þá getum við ekki gert svona, núna erum við að gera þetta, núna ætlum við að fara að gera leikskólan, og ég fæ að heyra reglulega, þetta ömurlegur bær, það ekki gangstéttir steyptar. Ég veit ekki hversu oft ég búinn að heyra gangstéttirnar innan bæjar, og ég segi alltaf, ég ætla að gera einhverja mikilvæga hluti áður en að við finnum að gera gangstéttir, Þegar ég búinn, eins og ég segi, ég vill ekki tækla það, Ég vil leiðin taka orðið. Var ég búinn að botna þetta? Mann það einhver?
Þú ert á mjúk. Hún er á mjút. Já, einmitt, ekki í fyrsta skipti. Mér langar aðeins að bæta við þetta af því að sko, nú er komin 2 ára reynsla á það hjá okkur að opna aftur skólann og það voru ekkert allir vissum að við ættum að vera að þessu af því að þetta er náttúrulega langstærsti útgjaldaliðurinn hjá litlu sveitarfélagi eins og okkur, eða fámennu öllu heldur og núna er komin reynsla á þetta og við erum búin að vera í samráði við skólann á Drangsnesi og síðan skólann á Hólmavík. Þannig að við erum núna ennþá vissar það að samvinna við Drangsnes varðandi skólamálin er það sem við þurfum. Við viljum ekki vera aftur í samkrulli við Hólmavík af ýmsum ástæðum. Og þess vegna finnst mér það nauðsynlegt að þetta komi fram. Við erum að borga sko liðlega 1 milljón á mánuði í þennan kostnað til Hólmavíkur og svo eru þeir náttúrulega talsvert lengri í burtu og þannig að ég held að það sé besta lausnin á því máli sé að vinna í samráði við Drangsnes og skólann á Drangsnesi. Það var nú eitthvað fleira sem ég ætlaði en ég er búin að gleyma hvað það var. Það bara, erum við ekki að fara að hætta þessu annars? Er ekki bara komið? Finnur, þú ert á mute. Já. Mér langar að ræða aðeins skólamálin. Sko, við erum náttúrulega endalaust að berjast fyrir að halda þessum mikilvægu stofnunum í okkar svæðum, á okkar svæðum, út af því að við erum náttúrulega teljum að þetta sé grundvöllur samfélags. Þú veist, það er það sem við lítum á þetta. Þetta er hjartaði samfélagunum, án skólans að þá vantar gríðarlega mikið. Við höfum reynt að styðja við í gegnum tíðina við skólastarf við Árneshrepp eins og við getum. Við höfum bæði verið með nemendur hjá okkur sem voru yfir vetur og síðan reyndum við seinasta skólaár, við reyndum ekkert, við bara gerðum að það var sameiginlegt skólahald og kannski eitt sem ég held að margir viti ekki, en ég skal bara segja það. Staðreyndin er sú að Samband íslenskra sveitarfélaga gefur út viðmið, kostnaðarviðmið nemendaþátttöku í öðru sveitarfélögum. Og þetta reiknast út frá nemendafjölda í þess skóla sem nemandi sækir sem sagt úr öðru sveitarfélagi. Við höfum sendt nemendur í annan skóla og þurft að borga fullu gjaldi. Við höfum alltaf þurft að borga allt fullu gjaldi í okkar samstarfi við Strandabyggð samkvæmt þessari gjaldskrá. Við borgum samkvæmt þessari gjaldskrá fyrir nemendur í leikskóla. Kaldranneshreppur hefur aldrei rukkað eftir þessari gjaldskrá Árneshrepp. Við höfum bæði þegar við vorum með nemenda hjá okkur að þá bættum við litlu við út af við töldum að það væri ekki það mikill aukakostnaður á okkar skólakerfi og reikningur fyrir seinasta skólaár er innan við 2 mánaða samning við Strandabyggð í dag. Þannig að þetta bara staðreyndir. Ég er ekkert að segja þetta til þess að vera eitthvað ofur góður. Þetta er bara, þú veist, við höfum svolítið séð að það þarf stuðning, annars er þetta ekki hægt. Þú veist, ef að við ætlum bara að standa og segja svona er þetta, þið bara borgið þetta, að þá er ekkert alltaf allt rekstra grundvöldu fyrir öllu. Þetta er ekki hlutir, þetta eru sögulegir hlutir, skipta engu máli í dag, við erum að fara að kjósa framtíðina, en þetta er bara staðreyndir sem ég efast að margir viti. En þegar við segjum að skólinn er hjarta okkar í samfélögum, þá skiljum við vel að nemendur í Árneshreppi eru hjartað í þessu samfélagi líka. Þessi spurning fundagerðir
og ferli samstarfsnefndar sameiningu sveitarfélaga ekki bara langfæsta allt sér upp á borðinu og þær verið gerðar aðgengilega, þannig að við vitum kannski að fáum enn betri innsýn í pakkan og bara takk fyrir að gefa okkur svona þessi svör, greinagóð svör ansi margt, en mér líður ennþá pínu þannig eins og ég þurfa að vita aðeins meira hvað inn í pakkanum áður en ég kýs, en við bara höldum áfram að ræða saman, það hlýtur að vera. En bara til þess að segja það, sko, þótt að þessi sameina ekki sameina, samtal alltaf að hinu góða. Þú veist, samtal innan, ég segi alltaf að ég hræddur við rörsýn, að ég hafi rörsýn út að ég var með gríðarlegan áhuga á ljósleiðara tíma og það mátti ekki ræða neitt mikið meira en ljósleiðara við mig. Ég var bara að reyna að klára þennan ljósleiðara og þeir þurfti að grafa hann sjálfur í gegnum götu bæjarins, sko. Þú veist, þannig að við erum mannleg, ég hugsa ekki marga þætti sem þið hugsið alveg örugglega